raise your pint and swing your scar. That was the night at McLanigan's bar. Hey, hey. Verður þetta ekki einhvern veginn svona hjá okkur í næstu viku? Þóru Gunnarsson, Stefán Stefánsson, við erum leiðin til Írlands. Heldur betur. Þjóðhátíðar golfmót þjóðmála. Jú, það er hætt við því að það verði stemming. Já. Ég held að það sé alveg óætt að segja það. Já. Þórður verður á fylunni og ég mun reyma á mig steppskóna. Já. Þú ert sleipur í því. Ég hef heyrt af því. Ég hef ekki séð það en ég hef heyrt af því. Ég tók þátt í Riverdance uppsetningunum sín tíma sem að stóð í gegn og ferðast allan heim. Já. Ég og Stefán hefum báðið mist mikið og vinnu hérna síðustu mánuði til að æfa upp þetta dansatriði sem við munum sýna þarna á Herragarðinum. Já. Þessa milli sem að menn munu splitta genu í kaldabjórnum. Já, einmitt. Grunar að hafa verið mikið tekið. Við ætlum að fara út með vinum okkar í GB-ferðum sem hjálpa okkur að undirbúa golfmótið og þessa ferð. Jó, í GB-ferðum hefur haft við og vandað því að skipuleggja þetta og við reyndar fórum þannig rannsóknarleiðangur síðastliðið haust. Já. Við þórum, þetta er frægur herragarður skammt utan Dublin eða Difflinar og þarna er þessi, og við hefum nú rætt þetta áður, 2 frábæru golfvellir. Við reyndar erum svona að nokkru leiti með bökum hildar við Þórður vegna þess að annar þessara valla er erfiðasti golfvöllur sem við höfum spilað. Okay. Það er bara staðreind. Og það er ekki vandamál fyrir svona afburða kylfingar svo okkur, við getum leyst úr þessu en þarna verða með okkur óhemju lélegir kylfingar. Í þessari ferð? Já, eins og Jens Garðar Helgason og fleiri og það er ekkert víst að menn lifið þetta af. Já, sko á öðru þessar vallar sem heitir Montgomery vegna þess að Colin Montgomery, kylfingurinn knái hann stóð vist í mjög erfiðum skilnaði á meðan hönnun vallarinn stóð. Einn af fjölmörgum skilnaði. Já, einn af fjölmörgum skilnaði sem hann... Og hann hafði golfvölla með hann? Já, og það eru held ég 129 bankarar á vellinum. Kloppur sem eru sumar mannhæðarháar og þá er ég ekki bara miðað við Þór Sari, ég er bara miðað við allra hæstu menn og það er í sumum tilvikum við ákveðna aðstæður allsendur óvís hvort að menn yfir höfu nái boltanum upp úr klompunni og jafnvel sjálfum sér ef þeir hætta sér úr þá. Getum við kannski fengið mynd hérna af Colin Montgomery, þá kannski skilja menndaldið svona hversu reiður hann var. Og hvers vegna hann sést biturleikin á því bara. Hvers vegna hann endaði í skilnaði? Já, þetta er sko, hann er líka, þetta er einhver skemmtilegasti kylfingur síðari áratuga, mikill karakter en hann komst í gegnum ferilinn án þess að vinna 1 af 4 riðilstillanum var það ekki? Jú, hann var í öðru sæti og opna breska, allavega einu sinni. Sem er svona hans heimamót. Ja, hans heimamót, það er náttúrulega Tiger Woods náttúrulega var sjóðandi hittur á því móti. Hann spilaði meira nóg vel til að vinna þetta mót en þegar að Tiger Woods sjóðandi hittur mætir, það var ekkert í því að gera þarna á sínum tíma, þarna fyrir 15 ára síðan. Ég heyra, ég er að missa ykkur í djúpa umræðum golf og golfheiminn, sko. Við ætlum ekki að fara þangað, þessi þáttur ágæð snúst. Ég vil bara fá að nefna hérna út frá myndin að eins og áhorfendur sjá að þá er Colin Montgomery, hann er vellauður og er að þeim sögum algjörlega ósnertur og hái matvöruverði á heimastofum sína. Já, það er kannski, við ætlum að ræða það aðeins eftir. Talandi um mat, hér er veigar frá kjötkompaninu, eins og alltaf. Aldeilis. Dásanlegt. Njóta þess. Við gröðum þessu í ykkur hérna eftir þessum. Þeir lúði þessu í ykkur. Já, þætturum vindu fram. Svo erum við með Ég þori því nú ekki. Það er aðfarir sem ég var fyrir hér án þess að þú bærir hönd fyrir höfum mér. Frá Ólafur Skaftadóttur, síðustu viku. Já. Það er nú kona sem að lifi bara á sítrónuvatni og á ekki vera að gera grín að okkur sem að viljum nærast vel. Já, eða bara lifa lífinu. Já. Bara ekki verið sem leiðendum og hún alltaf dag. Nei, spilandi tennis að drekka sítrónuvatn. Fílið líf. Fílið örlög. Og með öðrum eldri borgurum. En hvað býr upp að drekka hér? Já, þetta er mér var komið á vörum. Hvað þetta var þar? Já, ég styrmir kom þessu tíminn í gær, styrmir í kampænsfélaginu. Já, og þetta er vín sem er sótt á einn af mínum uppáhaldsekurum í Búrgundi í þorpinu Pommard. Og heitir Clotilla Commarín, þetta er afgirt ekra sem að þetta góða hús situr eitt að, það er engin annar sem að ræktar upp að þessari ekru. Þetta er auðvitað Pinot Noir eins og önnur rauðvín frá Búrgundi og þetta er algjörlega stórkostlegt vín en það er bara 1 galli á þessu og ég passaði með að opna flöskuna áður en ég kom þessu að því að þú hefði rifið hana mér.
þetta er vín sem á ekki að drekka fyrir en í fyrsta lagi 2032-24. Já, það er þannig. Já, þetta er 2022 árgangur. Gott að við erum bara opnað þá Já, hér, 2026. ég ætla ekki ég ætla að fá að smakka þetta núna, en það er auðvitað líka þannig með þessi vín, auðvitað er þetta vín tilbúið og við munum njóta þess að við finnum hversu frábært það er. En það verður stórkostlegt 2032 og það verður jafnvel enn stórkostlegra 2042. Verður við búin að ná hallalsum fjárlegum 2022? Já, það verður eftir hvort okkur tækist að skipta ríkisstjórn eða ekki, en það veldur dálítið á því. En þetta er svona dæmi skemmtilega vínmenningu, auðvitað ámar að kaupa kannski kassa þessu víni. Já. Bara tekur lífeyrissjóðslán og síðan drekkum að svona flösku kannski 5 ára fresti og rifjar upp með sjálfum sér þetta, festir í minninu hvernig hún bræðast og svo er svo skemmtilegt þegar maður fer að hilsa upp á þetta kannski eftir 10-15 ár og þá situr maður andaktugur og hugsar hvernig fara menna því að búa til svona góð vín. Já, eða það er líka bara að fá sér eitt kaldan sko, það ekki? Já, það er ekki einfaldara. Það reyndar ekki hérna í glösunum. Nei, og það vantar dósir á borðið. Er þetta ekki nóg? Jú, látum þetta döga. Það var smá það er í vinslu. Við erum vennilega með kaldabjóri í bóði hérna líka, en lagurinn var búinn, þannig að það er verið að græða það. Okay. Þannig að, hvernig verður það sko? Verður auðveldra að kaupa sér svona vín þegar við erum komin í Evrópusambandið eða? Nei, sko, þetta vín var í framleiðslu löngu áður en Evrópusambandið var til og þetta vín verður í framleiðslu löngu eftir að Evrópusambandið liðast í sundur og verður ekki lengur til. Þannig að, nei, það snýr auðvitað bara því hvort Íslendingar eigi góðum og heilbrigðum viðskiptum við franska víngerðamenn sem er lítið mál og skemmtilegt og hvort að menn setji lög í okkar eigin landi það hvernig fólk getur hægt aðgengi að löglegri vöru. Ég ætlaði að spyrja þig hvað Jóhannes heitir Nordal hefði fundist þetta vín en ég læt það yfir. Þannig að spurðum bara Þorstein Pálsson. Já. Hann var nú lengi sendir að þeir voru með aðganga víni á sérkjörum og góða reisnureikninga. Jú, heldur betur. Þessi þáttu fyrir loftið 12. júní. Júní, já. Þannig að er júní. Það er júní núna, já. Júní núna, eða það held ég. Birgir Ármannsson, hann á afmæli þá í dag. Þannig að við getum skálað fyrir því. Skál fyrir Birgir. Á þessum degi líka 1987 þá flutti Ronald Reagan, okkar besti maður, ræðuna frægu í Berlín, þar sem hann hvatti Gorbatsov til að rífa niður þennan vegg. Það er þannig? Já, á 12. júní. Já. Þannig að næsta ári eru 40 á liðin frá þeirri ræðu. Og er þetta fæðingadagur Birgis Ármannsson líka? Er þetta alltaf því fram að hans í 40? Fættu 1987? Já, er ekki eitthvað kringum það? Hann er 87 mótel, eða ekki? En er hann ekki 1887? Ég var skála kannski bara fyrir Birgi Ármannsson og Ronald Reagan. Ég held að hann hafi aldrei fengið þá skála Birgi Ármannsson. Hver vel á því. Já, einmitt. Ég sá rosalega skemmtilega klippu á Ronald Reagan, má ég kannski koma inn á það? Já, ég hér, að því að voru að kvartundu að kaldi, að vantaði kalda. Byrju nú, hvað er að Hér er að redda því. Hér er Jói frá Volt mættur, bara beint í stúdíóið. Sælir, herramenn. Gaman að sjá þig. Gott að sjá ykkur. Takk fyrir að koma. Þetta er sannkölluð himnasending. Já, mér sýnist það. Maður kemur færandi hendi þegar kallaði eftir hann bara Sjáu rétta þetta. fólkinu sem. Já, Er þetta kalt? Þetta er kallt að sjálfsögðu. Stefnir góðan þátt. Þannig að þú bara græjar þetta. Sjálfsögðu. Ha, þetta er frábært. Það er við svo nóg að gera, þannig ég get ekki stoppa lengi. Nei, enda allir við erum ekkert minni pláss fyrir þið, sko. Nei. Hvað leið langur tími frá því þú pantaðir þetta og þar til að... Þetta var innan við hálftími. Já, ég held að meðalafningin tími hjálpa sig kringum 27 mínútur. Já, það er Kannski magna. aðeins undir því, fengti mér. Þetta er frá Áskóströnd. Já, við vorum þar helgina. Heldur betur. Lá koma því eftir. Herri, þetta er frábært. Já, eru ekki allir í Volt Plus? Jú, Jú. það ekki. Ég er ekki því, nei. Hvað er það? Já, hvað er það? Segðu fólki frá því. Áskriðamótilið. Við ætlum nú að fara í eitthvað smá sprell með það. Já, allir gestir þjóðmálastofunar. Já. Þeir fá sér póstum það núna á næstu dögum. Við bara stillum þetta fyrir þig, Stefán. Er það ekki? Já, þetta er eitthvað app og svona. Já, við getum sest yfir og sýndir þetta, hvernig á að gera þetta. Snilt. Þannig að, Sendingarna þyrlast inn, þannig að ég já, góða það. já, herri, bara takk fyrir að greiða þetta. Gerða það ekki. Bara takk fyrir góða skjötu þjónustu. Þetta eru vinnur okkar, Volt. Heldur betur. Já, Risastórt. mæta hér með, þetta er ískalt, finnst þetta. Já. Þannig að, talandi um kalda, þá, við vorum nú í, hvað köllum við, á vorferð þjóðmála. Við skelltum okkur norður í land, síðustu helgi. Já. Heimsóttu það nokkuð fyrirtæki. Við kíktum á Depla og... Depla. Ekki svo myndir af þessu. Jó. Fyrir þá sem eru að horfa á okkur Eitthvað YouTube. til að því. Þetta er á Deplum, Já. alveg magnaða staður í fljótunum sem er búið að byggja upp þarna. Já, gistum þarna í 2 vikur eða ekki? Stór hættulegar þessi erlendu fjárfestingar í landinu. Já. 13 herbergja luxushótel. Þetta er eiginlega hugtakið hótel eins og við skiljum það næri eiginlega ekki yfir þetta. Nei.
Nei, það er ekkit morgun að hlappa með einhverju hrúa beikoni, sko. Nei Kósveitu beikoni sem að Fullur vinningu fyrir slíku, sko. Þetta er aðeins annað mál. Síðan gistum við að sjálfsögðu Hótel Akureyri. Við gistum þar. Þannig að kíktum á veitingastæðin Norð þar fyrstaskvöldinu. Já, það er svona systurstaður dill hérna í Reykjavík. Það sé ekki lætir hérna í Ráttanakassan. Já, ekki með eitthvað fyrirtæki í því líka. Og algjörlega frábær matur og skemmtileg vínpörun. Og gerir raun og veru bæði þetta mikið fyrir Hótel Akureyri en líka bara fyrir Akureyri sem bæjarfélag. Að vera með svona veitingastað sem að býður upp á margra rétta sett menju þar sem allt er úthugsað með hráefni úr héraði alveg briljant. Og bara líka ekki það, ég vil kasta rýrun eða aðra staði en svona, það eru aðri staðir hér í bæ sem að þú ferði í svona smakk matseðil og vellagningin hérna fyrir norðan er nú bara með því sangjarnara sem maður hefur upplifað, sko. Svo sjáum við aðra mynd. Þarna er Þórður Gunnarsson og hver er hann með þér á myndinni? Er þetta ekki séra Páll Steingrímsson? Já, við skelltum okkur í siglingum með honum. Eldklerkurinn. Út á Dalvík. Já, einn af þessum mönnum sem á alltaf nóg ósagt og ekkert nema gaman að því og fór á kostum í þessari siglingu, vægast sagt. Fyllir ríflega 2 metra eins og sést þarna og er einn af reynslumestu skipstjórun landsins, hefur siglt öll heimsins höf og sótt milljarð ofan í Íslands þjóðarbú í gegnum áratugina. Hann sagði mig það að hann hefði einu sinni farið 152 daga túr í Barentshafið. Það er rosalegt. Þannig að þetta er kongurinn sjálfur. Já, við fengum heimboð. Já, og Þorsteini Má. Þorsteini Már bauð okkur heim í rækjur og þorsnakka og hreindýr. Já, fiskmetið var smokkfisk, já, fiskmetið var nú samt svona í aðal hlutverki. Þetta eldaði hann allt sjálfur? Já, stóð þarna sveittur við eldavélina allt kvöldið. En einfallleikin, þú vart með stórkostlegt hráefni, að þá verður einfallleikin einhvern veginn svo mikill þáttur í því að njóta matarins. Nú, ég sé mér súma hérna inn okkur af vínflöskur. Ég get votta að það var ekki drukkin degur dropi þetta kvöld. Við vorum bara í fiskmetinu. Við þaukum honum kærlega fyrir boðið. Það var frábært að áttum hann að bara sátum hjá hann heil lengi, langt frá kvöld. Spjöldum heima á gema. Svo ætla að vara skóaböðin, getur þangað, sundarsmótunum. Hérsum upp á Finn. Við náðum honum orði í lónið. Já, hann kom í mitt. Ég hringdi hann klukkan 10 og ég sagði, er ég nokkuð að vekja þig? Bara vekja mig, ég er að vinna hérna. Þá var hann stótt í bæ að vinna einhverju, ég er þetta ekki. Að móka fyrir einhverju grunni. Þegar fyrsta snjórin kingi niður fyrir norðan, þá er Finnur svo sem er restur út klukkan 3:30 á mótana að móka. Hann var að reisa þetta geggjaða hótel hérna 120 herbeggi og við fórum hérna allt. Lappaði við okkur grunninn þar. Já, og við sem að vinna eftir litið, hann var næstuði með leyfi til að fara með okkur þarna. Eiginlega. Já, eiginlega, en þetta verður alveg geggjað. Það verður sko ferskvatsfoss inn í bílakjallaranum. Sko náttúrulegur ferskvatsfoss. Sem rennur hann út úr Valaheiðinni. Já, þetta er bara frábært. Þannig að löður getur kannski komið bara bílaþóttastöðan inn í bílakjallarann. Það er bara þvosta sjálfu sér. Já. Þetta er frábært, það er bara mjög gaman að fara að hitta sjá bara uppbygginguna og bara hitta fyrirtækin og fólkið og Fiskisúpan á Gísla Eiríki og Helga á Dalvík. Já, hún stóð fyrir sína. Hún er rosalega góð, það er ótrúlega gaman að koma þangað. Já, bara það var stemming líka á Dalvík hennar dag, það var náttúrulega sjómannadagshelgin og við höfum nú ætlað okkur að skoða ykkur fiskvinnslur en þetta var víst vestilög, þetta var ársins til að gera það daginn fyrir sjómannadag, þannig að við gerum það bara næst. En það yfir alltaf lífi á Dalvík þegar við komum þangað og það var sama í höfuðstanum, Akureyri. Svona kíktum við í kalda líka, orkustund. Já. Sátum þar heilengi. Það var dreitill í bóðu þar líka og það sem rann ljúlaði niður eins og væntamátti. Ég lenti þar í kröppum dansi, Gísli hafði gefið okkur svona sem skemmtigjöf á föstudagskvöldinu húfuna White Dudes for Harris sem minjagrip frá sneipu för Kamala Harris í forsetakosningunum Bandaríkjunum 2024. Það var nú herðið ægisinni til sérstaklega mikillega gleði eins og við vitum en meðan við vorum hjá kalda þá dreif þarna hóp frá Texas. Þau voru frá hvaða Voruð þau frá Texas? Já, ég spjallaði ekkert. Þau voru frá borginni hérna. Þóruð var upptíkinu öðru. Já, hann var að drekka og þau voru ekki alveg viss hvort þetta væri grín eða hvort að ég væri bara ennþá svona harður stundismæður Kamala Harris.
Þau trúðu að þú værir hérna White Dudes for Harris. Voruð þið frá Austin? Þau voru frá, San Antonio. San Antonio, og þetta var allt mjög liberal fólk og með bleikt hár og allskis svona málmhluti hengda í nefin á sér og gervörturnar held ég og hérna voru öll að læra einhverju umhverfisfræði og einhverju kjaftaði en hérna þarna komust þau í tengsl við raunhagkerfið. Þau held að þau hitt sálufélaga sinn þegar þau sáu þau með derhúna. Já, held að tókum í tali og þau ráku stór augu þegar ég hérna fór að rifja upp svar Donald Trump við þessum hópi. Já. Viltu rifja það Pér? Já, meina, þeir settu þennan hópa White Dudes for Harris að því að maður held einhvern veginn að hvítu milliséttamenninni var allir að styðja hérna, óttust að þeir myndu fara að styðja Trump og þá sagði Trump, ég hef engar áhyggjur af þessum hópi sko, því að eiginkonur þessara manna þær kjósa mig og kærastætnir þeirra að gera það líka. Já, eða elskuhugar þeirra. Já, lovers. Já, það er bara hérna, hann náðu að svara þessu okkurlega. Og þú gerir það líka held ég, heyrðis mér, alveg að den. Já, þau hafa ekki komið upp orðið þetta fólk. Nei. Þau áttu ekki von á þessu, þau fóru á Árskógsströnd held ég. Mér er gaman að koma hérna í Vestmennandi kalda og hérna sjá hvernig þetta er gert og flottu business. hvað er framundan. Þeir eru bara í uppbyggingar áformum og spennandi hlutur að gera. Þetta er bjóri sem ruddi brautina fyrir smá brugghúsin hringinn í kringu landið og er í raun og veru risi á því sviði. Þetta er langstærsta microbrúverið ef maður hérna sletta. Er fagnar 20 ára afmæli í ár, ekki satt? Jú, 2006, jú. Herðu, áðurum fyrir lengra að því við vorum talað um golfmótið á Írlandi komið hérna golfgjafir handa ykkur sem að krakkarnir í House of Brands lét mig hafa í morgun, ég fór að kíkta á þau voru alveg sveitt að vinna. Já, það. Bara fullur lagar að dóti og mikið að gera. Að steipa þessa flatargafla. Já. Þú voru að afhenda pantanir þess og krusum landið. Þetta úr íslensku hágjaða áli. Alls konar fyrirtækja. Flatargafall og töskumerking. Leður töskumerking. Já. Merkt í ómálum. Hérna mætti ég kannski vera með frek og byggjum tvær svona. Já, tölum bara saman eftir þáttum. Okay. Finnum út af því. Þegar maður fyrir þessar golfherðir, þá er maður auðvitað með tösku, maður þarf að vera með tösku fyrir nærbuksurnar og tannburstan og smókingin, við ætlum að 17. júní að halda galadinir þann úti, en svo erum við auðvitað með golfsettið. Já. Þannig að og það var svona merkingu þar líka. Við ferðumst með tvær töskur. Já, við hljótum að græða það. Kannski ég fáið 3 bara. Eitthvað þessu verður síðan, svo golfhanglaði og alls konar verður til Átti ég ekki að fá gaffal líka? Verður í boði síðan á, ég er að flytja hérna efni og ég bara get ekki gert margt í einu. Allt þetta verður í boði á heimasíðu Þjóðmála, þar sem hættir að kaupa þessar vörur ásamt öðrum, bolla og hittakönnur og grillsundur og það sem hættir að ganga líka í Þjóðmála stofuna og vera hluti þar að þessu skemmtilega samfélagi sem Þjóðmál eru. Það er ekki gerið þessa flatargafla og það er ekki allir sem vita hvað þetta er notað í. Þetta er ekki notað til að borða matur og kjötkompani. Ég heldur til að laga bolta á grínum af því að maður þurfa að ganga fallegu vel golfvellina. En á þessum gríngafli eða flatargafli er auðvitað líka síðan boltamerki. Já. Þegar maður tekur upp boltan á grínur og hreinsar og það er auðvitað merkt Þjóðmálum. Þetta er afar vel til fundið, kæra þakkir. Það er mjög eigulegt. Frábær ræða. Nýræð. Herðu, Amper rafstöðunar og þú áttu svoleiðis, þú ert að koma yfir þannig menn þurfa að fara að koma sér upp þessu fyrir maður á rammarspílum. Þórður, hann ána eftir einnans rammarspíl, það kemur að því. Ég hef að svo komnu ekki tekið þátt í orkuskiptum í samgöngum, svona á vegum í það minnsta, en það kemur að því. En þeir sem að sækja sér Amper rafstöðar, þeir fá þetta frí áskuttar í 3 mánuði. Þannig að það er sér hlustundu Þjóðmála. Eitt sá sem þarf að vera vel í sambandi næstu, misseri, það er Ari Edvald sem að hefur, eins og það er orðað, þáð boð meirihlutas Reykjavík að vera stjórnarformaður Orkuveitunar. Er þetta gott eða slemmt fyrir hann? Ég allavega þegar ég heyri hvernig, svona það sem ég hef heyrt frá honum þegar hann hefur tjáð sig Orkuveituna, þá held ég að þetta sé nú bara hinn besta ráðstöfun, sko. Ég held að hann, og í rauninni ættu hans hæfni, eða svo hans reynsla á sviði rekstrar, hann skilur það, skilur rekstur betur en flestir, ég held að hann sé að hafa hárréttum staðan. Já. Og bara gott að þó að þessar meirihluta viðræður við Miðflokkinn hafi ekki gengið, gott að hann seti það ekki fyrir sig og vilja nú bara taka þátt í því að láta gott að sig leiða.
Hér er stjórnmálamadurinn Þórður Gunnarsson og stjórnarmadurinn í Orkuvitinu notabenni sko, hann er að sleika hérna upp nýja stjórnarformann. Það er ekki víst að ég verið það, það var bara eftir að koma í ljós. Hann er jafn óháður í þessu tali og fólki í silfrin á mánudagskvöldi. Þetta er auðvitað fáránlega ástöðun. Ég kannski að taka fram til að byrja með að það syrtir sífellt í álinn fyrir Eirík Hjálmarsson sko. Vegna þess að Ari Edvard, hann er mikill rekstrarmaður og rekur menn alveg umsvifalaust eða ekki að sinna vinnu sinni. Hann er örugglega að fara að hreinsa út það sem að má heita gagsleysi í þessu félagi. Ég sagði Eiríkur Hjálmarsson. Já, og ég sagði gagsleysi í framhaldinu. já, ok, þetta var misskilningur. En þetta er fáránleg ákvörðun af hálfu Ara. Er það? Já. Þetta er raunar algjörlega óskiljanlegt. Vegna þess að ef að orkuvitunum mun ganga vel, þá mun meiri hlutin hirða heiðurinn að því, þegar það mun komið vandamál í tengslum við Carbfix svindlið og það allt, eða ljósleiðarann sem að hefur verið vandræða barn og er ekkit víst að menn á að selja, þá verður hún kennt um það. Og nú líta menn á þetta sem eitthvað bitlingi, þetta er í sjálfs ekki bitlingur, vegna þess að Ari er þetta maður sem að hefur Hann er hæfið til starfa, hann er reynsluna meira en það. En hann er í minnihluta og ef hann ætlar að það er verkefni auðvitað oddvita minnihlutans að reyna að afla minnihlutanum fylgis á kostnað meirihlutans þegar að næstu kosningum kemur eftir 4 ár og það er honum bara mjög erfitt sitjandi í þessu. Mér finnst eiginlega að Ari hafa komið inn í pólitíkinu með hvelli og hann er að fara út úr pólitíkinu með hvelli og bara í business aftur. Ég næði þessu ekki. Já, og reyndi ekki að vera þetta Þórður. Hann var búin að þetta? Ég skil alveg. Er þú skiptið skoðuna? Ég skil hvað þetta meina sko. Ég skaut niður öll hans rög. En ef að menn eru að bjóða þessi fram sko í pólitík sko og hann fær hérna tækifæri til að koma einhverju þeim málum áfram sem að hann var áfram þá finnst mér ekki að menn gera það. Hann bauð sér fram til þess að leiða borgarstjórn, ekki til þess að leiða orkufyrirtæki sko. Já, en þetta er nú... Gylfi Magnússon er búin að vera stjórnarformaður þarna. Hann er að leiða þarna fyrirtæki sem að hann fer oft eftir gengi sko, en hérna á tímabili var Orkuveita með stærsta efnahagsreikning landsins, stærri en Landsvirkjun, það fer svona einhvern veginn eftir hvar dollarin er á móti krónunni. Þetta er bara ekki röksemd í málinu sko. Maðurinn er oddviti, stærsta, hann getur líka gett það hjá Rauða krossinu, en hann er í pólitík og þetta mun gera honum erfiðar vik að efla miðflokkinn á vettvangi borgarinnar. Já, það eftir að koma í ljós. Vonandi textunum, fyrst hann ákveður að taka þetta verkefni, þá vonandi textunum að loka sjoppunni eins og þeirra snýra þessu Carbfix-rugli og þetta ljósleiðaranum. Hérna sjáum við nú bara dæmi ruglið eins og hvernig þetta er. Hér er fyrirsögn á viðskiptablaðsins nýr leiðtogar til ljósleiðarans. Þetta er einhvern veginn svona árátta hjá opinberu fyrirtækjum og ljósleiðarinn er ekkert einn sekund þetta að ráða sko... Erum við ekki leiðtogar í þjóðmálum hér eða? Já, sko, ég hefur kannski að byrja því bara að tala þetta. Þetta er verið að ráða hvað Ásta Ólafsdóttir og Sigurður Pétur Oddsson, örugglega ekki þau að sagast, örugglega ágætis fólk, en þetta er svona, þetta er mikið bull ef hann opinbera, kalla þetta leiðtogar. Hún er eitthvað ráða sem forstöðu kona sem að... Það ertu bara ráða sem, það er bara ný stjórnandi, ekki leiðtogi. Hann er leiðtogi sölu og viðskiptaþróunar. Hvað hefur hann gert, hann Sigurður Pétur? Var ekki á Actavis? Það kemur hann, er ekki fyrir neðan bara, strákar, búlis, hérna... Hún var hjá Nova. Hann kemur frá Ísafja. Hann var ekki hjá Sín og þekkingu. Já, þetta er ágætis fólk og með fína reynslu, ég held að það sé nú ekki vandamálið. Já. Ég skulle vonandi að hans leiðtoga hefur leika nýtist betur heldur en hann gerði hjá Sín. Já, eða Ísafja. Já. Kemur það. Almáttugur minn. Þannig að, já, leiðtoga hæfileikarnir. Lengi getur vont versnað. Leiðtoga hæfileikar hjá henni opinbera. Herðu, já, ég get velja þetta, en þetta er mjög áhugavert að sjá svona hvernig þetta með þróast hjá honum Ara. Þjóðmál, lít gera könnun. Gallup gerði fyrir okkur smá könnun. Við lítum kanna viðhorf fólks gagnvart því að við spurðum rauninni bara hversu jákvæður en neikvæður væri þú gagnvart því að Dagur B. Eggertsson er næsti varaformaður Samfylkingarinnar. Er þetta er ekki bara kjósundu Samfylkingarinnar eða hvað? Ja, bara má ég klára að kynna þetta og getur þú svo tekið... Nei, bara getur þú sagt mér eitthvað smá þetta? Hvert það þýðið? Ég er að færi það. Það eru tæmlega 1000 manns sem svara þessari könnun og þar kemur ljós að þegar allir svarendur eru greindir að þá eru þarna 43% aðspurðara neikvæðir gagnvart því að hann verði varaformaður Samfylkingarinnar, 23% jákvæðir og 3% hvorki né eins og það kallast.
Þannig að það sem vakti athygli mína þegar ég fór að rýna þessu könnun það að fólk á aldrinum 30-39 ára, það frekar neikvætt, eða helmingu þess svarenda á þessum aldri var neikvæður því að Dagur B. í varaformaður Samfylkingarinnar. Þetta yfirleitt fólk sem að fara inn á húsnæðismarkaðinn, ekki? Jú, eða svona nýkomið þangað. Já. Það reyna að komast þangað. En kjósendur Samfylkingarinnar, þessum kusu Samfylkinguna í síðustu kosningum, að það eru 40% aðspyrra jákvæðir, 4% neikvæður og 3% hvorki né. Er þetta mikill stuðningur sem hann hefur innan Samfylkingarinnar eða utan? Mér finnst þetta nú ágætis stuðningur innan Samfylkingarinnar. Þetta alltaf eitthvað ef hann... Fyrir 40%? 40%, já. Já, ef hann hefur ákváð því að verða varaformaður, þá þetta klálega eitthvað til þess að byggja á, fyrir eftir hvað valmöguleikarnir eru margir, en klálega þetta byggja á. Það hefur enginn gefið sér upp í þetta embætti ennþá? Nei, þetta snýst auðvitað það hver fær á mótunum. Sko, 40% stuðningur dugar ekki að það einhver einn öflugur á mótunum. Það tekið á 60%. En það má auðvitað gera ráð fyrir því að þessi 60% sem styðjan ekki myndi ekki endilega allir hlaupa á annan kandidat, því að þeir sem að bjóða sig til varaformennsku eru væntanlega einhverju marki umdeildir innan flokksins, ekki kannski eins og hann, en einhverju marki. Það getur verið Guðmundur Ari Sigurjónsson eða Arna Lára Jónsdóttir eða einhver slíkur. En er ekki Dagur búin að gefa þetta frá sér? Það sagði daginn allan að hann væri ekki að huga þessu. Ég held að það sé svolítið sama rök sem að megi nota í þessu máli eins og ég að reyna að halda hér fram og koma vitunu fyrir Þórð með út af Ara Edvald, að ef að Dagur B. Eggertsson ætlar að halda uppi viðteknum hætti í því að berja á Kristrúnu Frostadóttur formanni, þá það mun þægilegra og léttara úr sæti almenns þingmanns frekar heldur en varaformanns. Hitt hann að mála að ef að hann yrði kjörin varaformaður á landsfundi eða landsþingi eða hvað kallað þetta, að þá auðvitað gæti Kristrún orðið erfitt að ganga fram hjá honum í embætti ráðherra. Og það má alveg velta því fyrir sér ef hann myndi fá öruga og trausta kosningu sem varaformaður, að hann getur hennilega sest niður með Kristrúnu í vikuna eftir og sagt, eða nú fæ ég ráðherrabæti. Þú verður bara ákveða hverju þú skáka til hliðar. Því að hann á þá í raun og veru meira tilkall til þess heldur en Jóhann Páll sem að kemur úr Reykjavík kjördæmi líka. Já. En svo líka, ég meina, Kristrún og þessi hópur í kringum hana, þau hefur náttúrulega náð þarna hansi góðu taki á flokknum, ná algjörlega undir tökunum í flokknum hérna fyrir ekki svo lengur síðan. Kverkataki, ef að Dagur verður varaformaður, þá það líka plattform fyrir hans hóp og þá klíku sem hann tilherir til að reyna að ná flokknum tilbaka. Þau voru undir, Heiða Björk Hilmisdóttir í þeim hópi, þannig að þeim hefur verið skóplað út og Degi hefur þetta verið sínt lítilsvirðing þó að þau gerir lítið úr því. Hún kallaði hann aukaleikar og hún gekk fram hjá hann sér ráðherra. Hún lýsti yfir í engasamtali við einhvern mann í Grái sem hann heitar Laxinn og netið, eða skriflegt, að hann ekki ráðherra. Og hann var heldur ekki þingflokksformaður? Ekki þingflokksformaður, en hann var svikinu það með þess Já, búið að heita honum því. Þannig að það og við sjáum þessi grein sem að birtist á 50-dagsmótni á Vísi út af þessum lokuðu búsetúræðum eða brottfara búðum, þar sem að málsmetandi fólk innan Samfylkingarinnar lætur í sér heyra, að klofningurinn eða óanægjan sem hefur verið undirniðri í Samfylkingunni að koma upp á yfirborðið. Og við það breytist staða Kristrúnar bæði á þjóðarsviðinu en ekki síst innan flokksins. Fólk reiðubúið til að vega að henni, ekki bara úr launsátri, heldur í skrifum. Þau reyndar hegða sér eins og hýenurnar, þau þora ekki að koma fram með þetta öðruvís en í hópi. Hýenurnar veiða aldrei öðruvís en í hópi og ráðast alltaf á eitt dýr. Úli, svo skulum kíkja, þið farin að vísir og umræðan, þá sést þessi grein, hún hérna bara undir skoðanapislum. Já, það bara að þú getur rættið til sama samhengi að það kemur á þetta hópur eins og þú segir innan Samfylkingar, hvað er þetta 50 manns sem að skrifa þetta sko, og byrta þetta rétt eftir að lögin eru samþykkt sko. Já. Ekki, þau blanda sér ekki umræðuna áður þannig að þetta bara klálega að hugsa bara sem skítapmópa sko. Já, það en er betra fyrir dag að vera bara áfram óbreyttur þingmaður, þú veist, ef að Kristrún misti þessu, þá hann alltaf fyrsti maðurinn með rýtingar á lofti. Hann hefur miklu meira frelsið þar. Þetta svona tvíækjað. Ef hann vill gera kröfu ráðherrastól, þá fer hann í varformanninn, en ég held að hann hafi bara áhugað því að moka í rólegheitum undan henni. Og þeir bræðurnir hafa verið að gera það ofboðslega ómerkilegt hvernig þeir standa að þessu, sko. Og
Þetta er efsta fréttin hann að hæra meginn. Þetta er alltaf maður sem hefur verið í sveitarstjórnarmáli nánast alla sína starfsæfi og er núna byrjaði með hlaðvarp alþjóðamál. Hefði óttu verið hlaðvarp skipulagsmál en það er bara svo vant. Alltaf hafi margir setið heima og hugsa bara, það sem mér finnst vanta en líf mitt er að vita hvað Dave Eggertsen finnst alþjóðamál. Já, hvað hann finnst átökinu miða Austurlund. Já, og bara... Ég þarf að heyra hvað honum finnst. Ég veit. Þetta er hópur félagsmanna innan Samfylkingarinnar og sem að skrifa þessa grein og er að mótmæla þessum brottfara búðum eins og það kallast, eða brottvísuna búðum sem að voru, lögum þessa búði voru samþykkt núna á Alþingi á síðustu dögum. Ef að kíkja hans sjá hvað nöfn þetta eru, þetta er alveg áhugavert að sjá hverjir skrifa undir þessa grein og þetta er meðan hans Oddný Harðardóttir, Björgvin G. Sigurðsson fyrirnefndur á þeirra, Dóra Magdalsdóttir, Eiríkur Hjálmarsson fyrirnefndur. Og Auður Alfa, er hún ekki hjá ASI? Jú. Guðmundur Andri Tórsson, Halla Gunnarsdóttir, þetta er ekki Halla Gunnarsdóttir í Vaffer. Nei, þetta er alnafna. Þannig að Hrannar Björn Arnarsson, fyrirhandi aðstofamaður Jóhannu Sigurðardóttur og eiginmaður Heiðbergar Heiðmundsdóttur. Ég tók einmitt eftir því fréttin, það er augljóst að þessi blaðamara vísi er eitthvað djúpt inn í þessari indríku því að þegar minnst er á Hrannar Björn þá er rakið löngum máli að hann hafi verið aðstofað með Jóhannu Sigurðardóttur og nánast tilgreint að hún hafi á árum áður verið formaður flugfreyjufélagsins en það er ekki einu orði vikið þeirri staðrund að hann er eiginmaður Heiðbergar og þetta verður þetta alltaf skoðast í því ljósi að Kristrún var þetta höfuð arkitektin í því að fella Heiðbergu úr embætti borgarstjóra. Ekki bara fella, bara gjörsamlega vald yfir hana, og niðurlegana. Og svo er stjórnarformaður Ríkisútvarpsins. Já, Stefán Hafstein. Þjóðarsálin. Já, Vilhjálmur Þorsteinsson. Stuðningsmaður Hamas. Það er að segja Stefán Hafstein. Já. Örugglega Villi Þorsteins líka. Hamas liðin knái. Vilhjálmur Þorsteinsson hefur aldrei brugðist vondum málstað, þannig að við getum alveg bókað það hver hann stendur í því máli. Já. En hvernig, eins og þetta frumvarp sem við sagði, þetta er nú bara, þetta var nú reynt fyrir nokkrum árum og Samfylkingin tók æðiskast og náði að stoppa þetta. Er þetta ekki nokkurn veginn? En svo alltaf má segja á móti, Kristrúnu hefur tekist að íta svona the loony left svo stundu kallað til hliðar í Samfylkingunni og Samfylkingin náði miklu fylgjum á 20% fylgi síðustu kostingum og er að mælast hátt. Þannig að á vissan hátt hefur hún auðvitað sigrað einhverja slægi, vitum ekki hvort sem búin að sigra stríðið en hún er búin að sigra allan tölverðan fjölda orustum innan flokksins. En íttu þeim til hliðar, ég meina Vinstri græn bara nokkurni kveiktu í sér síðustu mánuðina fyrir þessar kosningar sem voru haldnar haustið 24. Hún kannski náði þarna einu momenti sem kemur kannski ekki aftur að vinstrimennirnir sameinuðust svona nokkurn veginn á eitt flokk allavega í nógu miklu mæli til þess að gera hann stærstan. Það er ekki að fara að gerast aftur. En 20% ósannlega gerast aftur, Vinstri grænir hann á vopnum sínum einhverju leyti. Hún er kannski það sem Gísli var að reyna að segja. Er það að hún ítti svona loony lefts innan Samfylkingarinnar til hliðar. Það sem ég var að það þurfti að kalla til vinnustæðasálfræðingin í þingflokk Samfylkingarinnar sín tíma út af átökum Kristrúnar og Oddnýju Harðardóttur. Og Helgavölu líka. Já, og svo Helgavölu og Helga Vala. Þetta sem snerist í grunum það að Oddný hafi verið fjármálaráðherra. Já. En Kristrún sem kom nýrinn sem þingmaður bað það að Oddný myndi ekki tjá sig efni hans og viðskiptamál. Já, það krafðist þess sannlega. Ég þekki hana rétt og Helga Vala, þið munið eftir hún mætti allt hérna bara í drottningaviðtal í sunnundarsmókanum og bara léta þingmann þannig að þraut bara örendið í samskiptu við Kristrúnu og ég held að það sé eitt af því Kristrún hefur með játn aga og mikilvæg hörku og hún hefur verið óvægin í að höggva þetta fólk og bara salla það niður en svo þegar að vindáttin fyrir að breytast og þegar hún fer að fá vindin meir í fangið og er ekki með hann í bakið eins og verið hefur frá því hún tók við þá fer þetta fólk að láta sig kræla nýju leið og þau finna veikleika á henni, þau sjá veikleika í þessu þau mun á einhverjum tímapunkti þó sennilega ekki fyrir en eftir atkvæðagreiðsluna 29. ágúst fara að höggva til hennar þegar kemur að verðbólgunni vöxtónum og þeim árum og það verður sérstaklega ógeðfelld aðför þegar að þessi tillega í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður felld. Já. Það verður enn sárar og bitrara. Heldur að þau bíði færis? Þau bíða færis og þetta er svona, ég myndi kalla þetta viðvörunarskot hjá þessu ágæta fólki. Ég var í flugi í gær og leið þeim til Íslands á meðan að þeir sátu yfir eldhúsdagsumræðunum í þinginu
og svo gaman að vera í ammælsteginum í það. Já, misti þess að því en ég las í mokkanum í gærmorgun áhört viðtal við Birgi Ármannsson, afmælisbarn, eldhúsdaginn og upprunnaði hugtaksins og allt þetta og það átti áhört að hugsa til eldhúsdagsins sem svona uppgjörs á þingvetrinum á meðan að stefnuræða forsætisráðherrans svona upphafspunkturinn eða upphafstónnin sem slegin þegar að þing kemur saman. Stefnuræða forsætisráðherra Kristrúnar, hún var flutt svo fyrsta 10. september í fyrra, 2025 og þar sem ég var á leiðinni yfir Atlantshafið og hafði ekki bandvít til að hlaða niður eldhúsdagsumræðunum, þá hlóði ég niður stefnuræðu Kristrúnar sem aðgengilega á netinu. Eins og menn gera. Já, og las hana upphátt fyrir, ég komst í talstöðuna hjá flugstjórum og las þetta fyrir Já, duði ekki flugfæri heim nokkurn veginn í þetta? Jú, þá var þetta bara 6 manns, þetta var einhver þótta en fór yfir þetta í fluginu og það mjög merkilegt að lesa þessa ræðu af 2 ástæðum. Í ljósi þess að við erum núna að fara að taka afstöðu til stærstu spurningar sem þjóðin hefur staðið fyrir á lýðveldistímanum, að það ekki einu orði minnst á Evrópusambandið í stefnuræðunni fyrir þingveturinn þann 10. september. Það stóð ekkert til að setja þetta á dagskrá. Það stóð til að gera það 2027 eins og svona hintið var með úr stjórnarsáttmálanum. En það eru önnur lykilatriði í þessari ræðu sem að þarf að huga að sem að, og ég held að svarið liggi þar, af hverju þau fara í þetta stóra mál með Evrópusambandið. Þau hafa gefist upp gagnvart hinu stóra verkefni efnahagsmálana og ef ég má með leyfi forseta vitna í þessa ræðu, þá segir hún hér: ef við þurfum að gera meira hraðar til að vinna niður vexti og verðbólgu, þá gerum við meira hraðar, svo sem í ríkisfjármálum og aðgerðum í húsnæðismálum. Það er alveg á hreinu. Þessi ríkisstjórn tekur ábyrgð á stjórn efnahagsmál í landinu, fulla ábyrgð, og við munum aldrei hlaupast undan eða benda fingri á alla aðra, ekki á minni vakt. Kristrún Frostadóttir tók fulla ábyrgð á efnahagsmálum þann 10. september síðastliðinn. Já, þetta er ágætis uppröðun. Og hlýtur þá að bera fulla ábyrgð á því að það var ríkisstjórnin sem hleypti verðbólguna aftur á stað núna í janúar með ógætilegum skattahækkunum og það hafa allir sem að hafa skoðað þetta verið á sama málu um það. Já. Og ég náttúrulega reyna bara að ná henni niður í sumar með að fiffa tölurnar með bensinverðinu. Svo kallar skítamix. Já, það er reynu. Fínt að lækka skatta, við erum alltaf til í það, en þetta var til þess fallið að lækka einhverja mælingu til að halda kjarasamningum. Þetta var svona, einhverjir tæknilegir lofthjumleikar. Ég þau ætla að lækka þennan skatt á bensínið þar til daginn eftir að þjóðaratkvæðagreiðslunum lýkur og þar til sama dag og endurskoðunin á kjarasamningunum fer fram. Þannig að þau ætla með fiffi eða skítamixi að koma í veg fyrir að verkefnishreyfingin geti endurskoða samningarna sem þau gerðu, festa verkefnishreyfinguna inn í raun, en svo daginn eftir að endurskoðunin lýkur þá á bensínverði bara að fara í fyrra horf. Já. Það gætir þetta verið að olíuverðið verður búið að jafna sig niður á við aftur þá, en það verður þá ekki þeim að þakka sko. Já, það er nú ekki Kristrún Frostadóttir að fara að opna Hormúsundið. Nei, heyrðu, og ekki er nú ástandið við Hormúsundið að skána þessa dagana eins og menn höfðu borið væntingar til. Já, það syrtir í þann ál meir og meira dag frá degi. Já, þá komum við svona eiginlega í framhaldi þessu að næsta máli sem er reynda nátengt sko. Maður sér að ríkisstjórnin er í einhverju svona, þau eru einhverjum svona políönu móti, þú veist, þau einhvern veginn svona, ég er að reyna alltaf að sletta ekki, en þú veist, þegar við heyrt hugtæki sko fake it till you make it, þú veist, það er einhvern veginn svona svolítið það sem að ríkisstjórnin er að gera þessa dagana, þú veist, þau eru að, við sáum til dæmis að fjárlaganemnd Alþingis er að leggja hana fjármála áætlun, er með fjármála áætlun ríkisstjórnin til umfjöllunar þessa dagana, núna síðustu dögum þingsins. Já. Og er ekki að gera hann breytingar. Þó að það sé alveg vita á öllum ljóst að forsendur fyrir fjárlögum og fjármála áætlun næstu ára, þær forsendur eru löngu brostnar. Já. Og Þórður Pálsson rakið nú ágætlega í þetta hérna hjá mér daginn, það bara að fara yfir þetta aftur, þú veist, hallin sem verður næsta ári, hann verður gigantiskur. Öllu óbreyttur. Afkoma verður allavega ekki 1 milljarður í plús eins og þau höfðu vonast til.
að því að, sko En þau ætla samt sem bara punktum sá að þá ekki að breyta fjármálaáætlun af því að þau bara trúa því, það búið að segja það búið að gera Instagram-festuna að það veri hallalaus fjárlög á næsta ári, 27. Og þetta miðað við hagspá Seðlabankans frá því febrúar ekki satt. Jú. Þannig að hagvöxtur verið minni, atvinnuleysi verið meira, verðbólga verið meiri og það eru allir þessir lykilþættir sko, sem að ráða því hvernig afkoma ríkisins verður. Þeir eru búin að versna töluvert en þau neita að taka inn þessa nýjustu spá og þó Davíð Már nýbúinn að segja að Seðlabankinn sé með rosalega góða hagspá og þess vegna séu þau að nota hana. Einmitt. Og Þetta bara eins og krakkarnir segja, þetta meikar ekki sens. Nei, og það virðist vera En hvaða leikir verið að spila? Með því bara að segja, jú það verður vist hallalaus fjárlög á næsta ári, en þau verða augljóslega ekki. Þau eru bara vonast eftir að gerist eitthvað sem að lægi þetta. Þau eru bara vonast eftir, einmitt, ég meina það er frábær spurning. Ef að endurskoðu fjármálaáætlun myndi sína verri stöðu þá yrðu þau auðvitað líka að stíga fram og koma með eitthvað svör við því hvað þau ætla að gera. Og það er það sem þau ætla ekki að gera. Þau ætla allavega ekki fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að stíga fram og segja, heyrðu, við verðum að segja hér upp fólki eða hagræða meira í tilteknum geirum með ákveðnum sviðum. Það sést bara hvað best á nýrri úttekt viðskiptaráðs. Þið munið þegar ríkisstjórnin tók til starfa og auglýst eftir tillögum frá þjóðinu og það hvernig mætti hagræða ríkisrekstri, þá komu 10.000 tillögur. Mikið gert úr þessu. Og þau listuðu, hvað voru þetta 75 tillögur eða eitthvað slíkt sem að áttu að hrinda í framkvæmd og 20 þeir áttu að taka í gegn strax í fyrra held ég. Ætluðu þau ekki að treysta þjóð sinni til að lesa þetta mál eins og öllum? Þjóð mín. Þjóð mín, ég treysti þjóð minni. En svo kemur bara í ljós að þau ekkert að gera varðandi ríkisrekstur, það á ekkert að taka til í ríkisrekstur, þau hafa ekki andlega eða efnislega burði til þess. Og það sést ágætlega bara á líka ummælum formanns efnaðs- og viðskiptanefndar þingsins, Örnu Láru Jónsdóttur, þingmanns Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi. Hún mætir á fundi á samtöku fjármálafyrirtækja og segir alveg óháð því þó að við séum nú þegar að skattleggja íslenska fjármálakerfið miklu meira heldur en aðra þjóðir. Þá ætlum við að auka skattheimtuna það því að við sjáum að menn geta borgað meira. Og hún sagði það nóg til. Já, og samt þetta fólk að það að segja, heyrðu, við þurfum að laga okkar kerfi hérna Evrópusambandinu svo að við séum betur sett í dag og hún auðvitað áttar sig glögglega og því gerir ég ráð fyrir að ef þú hækkar gjöldin á bankakerfið þá auðvitað hækkar kostnaðan við þjónustuna til fólksins í landinu. Já, hún sagði endur á fundunum að það þyrfti bara ekki að vera þannig. Það væri ekkit náttúrulega mál. Ég ætla að spila þessu ummæli sem að hluta þessu á eftir. Þú er bara búin að þjófsta það. Ég fekk ekki memóðum að ég mætti ekki tala um þetta. Nó er nú búið að banna mann að tala um. Stóði þeirri menningu að Stefán nýtti málfrelsi sér eins og allir aðrir. Leiðtoginn sem hann er. Nei, var það ekki Ronald Reagan, það er nú búið að reyfi þetta eins upp í vikunni, við getum gert það eftir hér. Ronald Reagan sagði sko fyrirtæki borga ekki skatta, þau innheimta þá, því að það er bara alltaf fólkið sem að borga þessa skatta. Já, það er bara þannig. Já. Í mildinni, við strákar viljum súkkulaði. Hér er dögt súkkulaði með sjávarsalti, almyrka súkkulaði sem Nói Sirius var ekki út. Í samstarfi við Sævar Helga vinn okkar, Bragason, Sveitun Sævar. Þetta er svona BBC, Big Black Chocolate. Já. Nei, ekki? Jú, við nefndum hérna daginn að þú ætlar að vera heimahöður á 12. ágúst. Heldur betur. Að horfa á almyrkan. Á Svölunum. Svölunum heima. Já. Þú og Herbert. Guðmundsson. Já, þið tveir. Já, það verða eflust einhverju fleiri. Nei, það. Já. Þetta er mjög skrítið að vera einn með þetta. Og þegar hann byrjaði að syngja Can't Walk Away. Ætlar að spila það akkur þegar Sólmyrkvi verður? Ekki fara. Ég læði sem inn í Guðmunni. Ég veit ekki hvenær hann syngur það en hann mun taka lagið. Já, og sérvöldum vinnum mínum verður boðið. Já. Fólki sem að skrópar ekki í golf og svona. Já. Þú fékkst þú sólarins fyrir var á það. En allt í lagi. Ég veit útleiður en þú jafnaði vonandi. Eini vinnur. Nú eru hlustendur velti fyrir sér hvað er í gangi sko, stýstu það að Stefán var búinn að boða Þórði í golf á morgun og þú varst að láta vita á þann og kemist ekki. Þórður sveik mig. Og Stefán tók bara trillingin þetta, við þurfum að róa niður til að byrja á upptöku sko. Menn segja bara ekkert nei við mig. Þetta er bara svona Þegar ég býðum í golf. Bara er til meira fyrsta heims vandamál en þetta. Herði, þú myndist á Örnu Láru, sko við fórum aðeins yfir þennan fund sem að samtök fjármálafyrirtæki heldu á þriðjudaginn, með Ellert Hlöðversson og Björn Berg Gunnarsson í þætti hérna hjá mér á þriðjudaginn, þar sem við fjöllum aðeins þennan fund og hluti sem voru ræddið þar. Það voru samt ummæli sem að mér langar til að rifja betur upp og fara betur yfir og þar á meðal þessi ummæli
Örnur Lári, það sem hún talar bankakerfi og skattlætinguna. Ástæði fyrir því að ég er að rifja upp svo að þetta er náttúrulega hugmyndafræðilegu slagur. Já. Við sjáum hvernig ríkisstjórnin hefur farið í sjávarútveginn, farið í ferðarþjónustuna, nú að farið í bankakerfið eða fjármálakerfið og þau hugsa bara að ef það gengur eitthvað vel eða það er eitthvað til einhver staðar að þá á ríkið heimtingu að ná í það. Og þetta er viðhorf bæði Samfylkingar og Viðreisnar og sjálfsögðu Flokks fólksins. Þau sjá ekkert nema vannýtta skattstofna. Í rauninni. Já. Og eins og ég hef áður nefnt að kemur þetta pínlítið óvart kannski að Viðreisn skuli vera þetta líka. Þetta átti að vera, þú veist, Viðreisn hefur einhverja skoðun að Evrópumálum og allt það en það ætluðu að vera pro-business þegar flokkurinn var stofnaður, kemur síðan ljósa að það eru þetta bara alls ekki. Þau skattleggja ekki geirana sem Helgi Magnússon fjárfestir í. Já, einmitt. Þannig að meðan hann var inn í Bláa lóninu, þá letuðu ferðarþjónustunni friði. Já, nú er það komið. Og meðan hann átti stóran hluti í N1, þá var ekkert verið að tala verðsamráð hjá olíufélögunum. Já. En bara ef að Helgi flytur, ég er bara vona að Icelandair, sko, að hann sé með stóran hlut þar, sko, því að þá er líku til þess að þau kannski reyna að gera eitthvað í þessu með ETS-kerfið. Það er bara eins og kom fram á kosningavökunni. Þú hlýða bara sigurpappa. Já, eins og kom fram á kosningavökunni núna fyrir nokkru vikum að Viðreisn eru bara píratar í jakkavötum. Er það ekki? Jú. Heyrum hvað Arnar Lára Jónsdóttir, formar efnahags- og viðskiptanefndar, hafði að segja. Og fyrir bæjarstjóri á Ísafirði. Já. Halli og við verðum að bregðast við þurfum að sækja meiri tekjur og þá er ekkert óeðlilegt að horfa í það hvar gengur vel og það gengur bara vel í fjármálakerfinu og Tómas sýndi það bara mjög vel áðan og mér sýndist líka að sjá það hjá bankastjóra Arion banka áðan þannig að það er bara ekkert óeðlilegt að líta bara hvar gengur vel og það gengur bara vel í fjármálakerfinu. Nanna, hvað segir þið? Og svo aðra klippu þarna aðeins setna í þettunum 1.35. Vitið það bara hvað ef það er að reka fyrirtæki sem gengur vel, þá er ríkið heimtingu að sækja tekjurnar að þér. Já, þá eru þið komin í skuld. En ég skil alveg hvað fólk er að segja hér og fólk er ekki hrifið af þessum skatti og fyrir mér er þetta ekki náttúrulögmál að aukinni skattahækkanir verði velt yfir á viðskiptunum. Það þarf ekki að vera þannig. Við sjáum að það er nóg til. Það er bara alveg augljóst á arðsemi bankana og það er ekki náttúrulögmál að velta sig yfir að viðskiptavinni. Við erum í risastóri verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu fyrir fyrirtækin og heimilin í landinu og ég myndi bara óska þess að fjármálafyrirtæki kæmi bara með okkur í þessa vegferð og hjálpa okkur með þetta að því það er það mikilvægast sem við getum gert eins og staðin er núna og það er einmitt í þessu umhverfi að sem bankarnir þetta hafa það bara ansi gott. Og það er alveg augljóst, það er ekki deilt um það. Þannig að ég bara óska þess að bankarnir bara koma okkur með okkur í þessa vegferð og að því að það er þetta best fyrir Ísland. Ef við náum Ég hef aldrei heyrt þetta orða svona að banki hafi það gott. Þarna var einhverjum Anna Margrét Gunnarsdóttir með henni sem stóðsendar afspilni vel á þessum fundi, þingmaður Miðflokksins og þarna sjálfsögðu var efnahagsráðgjafi þjóðmála þarna, Þórður Pálsson, að tala líka. Nokkur hlutir hérna. Í fyrsta lagi þá hefði ég bara gaman að heyra einhvern hagfræðing, þú hagfræðingur, Þórður, greina það. Eiga bankarnir að koma með þá vegferð að gera slappa, að nánuðu verðbólgu með því að greiða hærri skatta fyrir ríki til að eyða meira. Hvernig hefur það áhrif á verðbólgu? Þetta hefur náttúrulega, það er það sem hún er að byrja. Já, það er tvennt með þessa banka, þegar náttúrulega íslenski bankar eru með hæstu eiginfjárkröfur í heimi. Það er eitt, sem þýðir það að vaxtakjörin þurfa að vera með þeim hætti að það sé hægt að mæta það sé hægt að ná viðandi arðsemi á eigið fé og það þýðir það að vextirnir að vera hærri en ella. Og svo þegar þetta bætist við, það þurfa að fara út einhverjir milljarðar ári í skatti ríkisins, þá er það til frádráttar arðsemi á eigið fé og það hefur þessi sömu áhrif að þetta mun endurspeglast í vaxtakjörum, þannig að ef þetta risaverkefni er að ná niður vöxtum að verðbólgu, þá er það að auka álögur á fjármálafyrirtæki, það hefur þverugu áhrif allavega það kemur á vöxtunum, af því að stýrivextur er eitt, eins og þú ert með einhverja sérstaka skatta á fjármálafyrirtækin og miklar kröfur með EFI, þá er vaxtastíði sem er í útlánum, það er allt annað heldur en eitthvað stýrivextastíð. Já. Svo ég er alltaf í þessu og sjálfsagt verðum að sakaður kallribu með að segja þetta, en Arnar Lára var greinlega mjög stressuð þegar hún að tala, maður heyrði það bara á henni. Hérna, tala mikið, hún var greinlega erfitt með þetta eins. Og það er síðan, en aftur, hún er formar efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, hún ber mikla ábyrgð í því hlutverki. Og hún virðist ekki skilja hvað máli snýst, hún segir bara að bankarnir hafa gott að sést á tölunum. Þegar þú lest einhverja fyrirsettunum að banki hagnist einhver x upphæð,
það getur svo sem alveg merkt að því að hafa hana gott, en þú ert ekki einhver pírati, sko. Þú ert formaður efnahags- og viðskiptanefndar og þú átt að vita á hverju þessi hagnaður byggir. Þetta bara sami miskilningur eins og með sjávarútvegsfyrirtækin, menn verða að horfa á fjárbindinguna í þessum fyrirtækjum. Þetta eru hundruður milljarða í þessum bönkum sem eru bundnir þarna, sem eru sem sagt hlutafa og þú þarft að ná ákveðinni arsemi á það til þess að þessi fullnægend og menn eru svona í ábyrðinu svona 8-12% þessi bankar áttu það ekki, sem er bara svipað eins og ríkisbréf sum hver, sko. Annars hverfur fjárfestingin út úr greinni, því að fjármunirnir leita í greinarnar sem að bera ávöxt, þannig að það er ógn við framtíð greinarinnar ef að hún næri ekki að ná upp almennlega arsemi. Og það má bara nefna líka, sem Arnar Lára svarar ekki, að skattar á banka eru í himinhæðum hér nú þegar, miklu herri en í öllum samanburðarlöndunum. Og við verðum auðvitað að skoða það í samhengi þegar fólk að segja, það er dýrt að búa í Íslandi, rekstrarumhverfið er erfitt og annað. Já, hvernig er það í samanburði við hinar þjóðirnar? Já, í þessu tilviki erum við með atvinnugrein sem er skattpínd úr öllu hófi miðað við samanburðar þjóðirnar. Og hvað á að gera? Þá að auka enn á munin þar á milli. Þetta getur auðvitað ekki gengið upp. Þetta er reikningsdæmi sem einfaldlega gengur ekki upp sama hvernig rjúpan rembist við stöðrin. Og Arna Lára, hún segir, og eins og Hanna Katrín sagði í Silfrinu, að það verða að leita allra leiða til að ná tökum á verðbólgunni, til að koma vöxtunum niður og sérstaklega akkord unga fólkinu. Þau sjá bara eina lausn í því, en þau eru ekki tilbúin til þess að taka til í eigin ranni, að fara að hreinsa til í eigin garði. Þau benda bara á mögulegt illgresi eða plöntuval í garði nágrannans. Og ég hef miklar áhyggjur af þessu vegna þess að við sjáum þetta í hagræðingatillögunum sem að koma fram. Það er ekkert vel að vinna í þeim. Daði Már, hann ætlar ekki að endurskoða fjármálaáætlunina. Þau ætla ekki að ráðast í frekari niðurskurð. Þau ætla ekki að bregðast við versnandi ástandi vegna þess að þetta plan sem enginn veit hvað er, það er stóra lausnin í þessu öllu. Varðandi þetta plan, og það er að koma núna í ljós, er sá að planið er að gangi í Evrópusambandið. Arna Lára sagði rétt áður en við byrjuðum fyrir klippuna að ástæða þess að yrða auka skattana á bankana væri svo að ríkissjóður er rekinn með halla. Þau ætla að fara í Evrópusambandið. Hvað mun það þýða? Ísland verður nettó greiðandi inn í Evrópusambandið 20 milljarða króna. Ríkissjóður er núna tómur eða er rekinn með halla, þau ætla að fara inn í kerfi sem að mun auka á hallan. Þannig ef þau þurfa að hækka skattan á bankana með við núverandi ástand, hvar ætlaðu að sækja tekjur ríkissjóðs fyrir auka útgjöldum vegna Evrópusambands aðildarinnar þegar að því kemur. Til að borga Evrópuskattin. Og bara þið sem er að hlusta og fólki sem þið talið við, minnið ykkur bara á það að þessir fjármunir verða ekki sóttir neitt annað en í ykkar vasa. Það er bara þannig sem þessi peninga verða hvergi annar stað til. Bankarnir eru ekki einhverjar peningaprentular í tómarúmi, sko. Þessi peningar eru sóttir, eins og Stefán segi, til borgaralandsins, saman hvort það eru önnu fyrirtæki eða almenningur, og þetta sýnir líka bara svo hún sagði líka að náðum, sagði sko, já bara hallin er nú bara reynda meiri heldur en við vorum óvarast til, þannig að núna þarf bankarnir að koma með okkur í þetta verkefni. Sko, bankar eru bara tæki til þess að miðla fjármagni milli þeirra sem eiga peninga og þessum að vantar á, sko. Þetta er ekkert flóknar en það. Og til að efla hagvöxt, þannig að það sé hægt að taka eðlilegan skatt af fyrirtækjunum. Þau ætla ekki að auka ríkistekjurnar með því að auka umsvifin í hagkerfinu, þau ætla bara að taka meir og meir af núverandi köku og það endar auðvitað bara með skelfingu. Og þessi skatta blinda er orðin mjög alvarleg vegna þess að þau líka segjast vera að ráðast á útgerðina og þau segjast vera að ráðast á bankana en ekki almenning. Og ég hef tekið upp kerfi á mínu heimili til að kenna mínum börnum hvernig skattar virka, því að ég hef miklar áhyggjur af því að þeir munu hlusta á fólk eins og Örnur Lára annað. Þannig að hvert sinn sem við förum út í ísbúð þá ég 30% af ísnum. Ég geði þeim bragðaref og áður en þeir koma að stað, þá bara skopla ég í mig 30% af þessu og segi, gjör svo vel, ég er ríkið. Og bara lætur það horfa á. Nei, það er bara að gera að ræða þessi mál fram og tilbaka, sérstaklega skattamál, og eins og segja, þetta er hugmyndafræðilegur slagur. Já, þetta er orðið það. Það skiptir máli að taka á móti. Þetta endar bara með skelvingu hjá þeim, því miður. Já, það kemur niður okkur öllum. En það var bara spurning hvað þeir ná að skemma mikið, sko, með að þau eru ennþá með þetta. Já, það er komið ljós.
Saka, við erum eins og við förum út í annað. Ég nefndi hér upphæfi, við erum að fara í þessa golfferð. Verðið ekki með ykkar ekkoskó í ferðinni? Klart. Golfskó. Jú. Maður þurfum kannski að fá sér nýja, rótnir slitnir. Þeir sem á að hlusta á þennan þátt fyrir miðnætti, 12. júni, geta náttúrulega farið inn á og keypt ekkoskó með 20% afslætti með kóðanum þjóðmál. Það er svoleiðis. Það rennir út núna 12. júni. Þannig að ég hef verið með þennan lið hér í þettinum þar sem ég beði viðmældur að stíga á sviðið eða stíga út á völl og koma með einhver mál. Og ég stíga hér koma með, ég ætla að segja topic en ég vil segja málefni inn á svið sem ég er ekki búin að undirbúa. Já. Í góðum ekkoskóm. Já, ég er endur í ekkoskóm núna. Já. En sko, það sem að ég rakst nú á áhugavert mál daginn, það var maður sem var að ná sáttum við norska ríkið eftir dómsmál. Hvað nú? Hefur ekki lifið þú skemmtilegu lífið. Nei, ég var mjög hugsa eftir að sé þetta. Þetta er sem sagt maður sem að það var hafinn rannsókn á honum sem sagt formlega hafinn rannsókn á honum vorið 2017 vegna meintrar markaðsmisnotkunar. Hann er ákærður vorið 2018, rannsóknin tók 1 ár og svo er búið að sýkna á öllum dómstigum árið 2020. Býttu hvað nú? Ert þú bara í hláturskasti? Við erum að segja það frá raunum einhver manns í Noregi og þú bara hlærð. Það er einustu að það er tækifæri. Já, býttu rólegur, þetta er ekki búinn. Okay. Ég er ekki búinn. Allavega, frá því að rannsókn hófst og þar til að hann er sýknaður, það tekur 3 ár og svo eru 2 ára viðbót þar sem hann er að semja sem sagt, bætur frá norska ríkinu sem eru 212 milljónir norska króna. 3 milljarðar, þetta var maður í fjármálakerfinu og ég var svolítið hugsað til þetta sem að allt þetta ferli tók innan við 5 ár, bæði að vera rannsókn hefst, hann er ákærður og svo eru réttur á öllum dómstigum og svo nær hann að sækja þessar miklu bætur og þetta eru rúmlega 5 ár. Berum þetta sama við Ísland, þar sem að oft hefjast rannsóknir og menn eru kannski með stöðu sakbornings 3, 4, 5, 6 ár og svo er rannsókn lokið og það bólar ekkert ákæru og menn kannski eru í þessari spenni treyju upp undir áratug og það er bara Svo koma svona til eitthvað svona nefndur menn geta ekki unni einhverjum geira ég meina þessi maður frá Noregi hann er með fær þessa miklu bætur af því hann er bara tekin úr leik þarna í mörg ár og fær bætur og svo heim á Íslandi menn kannski missa vinnuna með ekki vinna á þessum markaði og svo tekur 5 til 7 ár að klára málið eða meira og þeir fara í miskabótamál og fá, þetta er oft svona 100 skall eða 200 skall, þeir eru kannski búin að eyða svona 200 milljónum í lögfræðinga og saman með samkeppniseftirliti getur haldið einstaklingum og fyrirtækjum í þessari spennitreyju eins lengi og þeir vilja og það eru aldrei einar afleiðingar, þannig ég held að ég var að hugsa eftir ég sá þetta mál frá Noregi, sérstaklega sem að menn, ég er ekkert að segja að borgatum 3 milljarða en þetta var auðvitað bara áætlað tekjutap fyrir þennan mann hann var tekinn hann út úr mjög flottu fyrirtæki. Ég held að við þurfum að skoða það heima hvaða verndar borgarnir njóta í þessum málum og hvað má halda mönnum lengi á sakamannabekk og sérstaklega það kemur ekkert út úr því eins og hefur nú gerst sorglega oft sérstaklega hjá við höfum bara séð fjölmörg dæmi þetta hjá sérstökum saksóknara og héraðssaksóknara einhverjum og séralagi dæmdir saklausi og þurft að rétta hlut sinn eftir á og við vitum að það eru þetta margir sem að hafa lent í því en hafa ekki fengið réttan hlut þannig að þeir stíka göturna með dóma bakinu án þess að hafa nokkuð gert af sér og ég byrst afsökunar að þetta var relevant mál, þetta bara hljómaði eitthvað mjög undarlega svona til að byrja með og svo hefur verið að vafrum á héraðsdómstóla síðum Noregs. Það var vissulega hluti að þessari rannsókn. Ég bara ánægði með heimahönnuna. Þetta er heldur ekki alltaf svona kannski klift og skorið þar að segja að þú lendir í rannsókn og getur ekki starfið í einhverju geira. Þú kannski getur haldið áfram að starfið í einhverju geira en þú getur líka bara lent í því að verða fyrir aðkasti og verða fyrir illmælgi og rógi og samfélagi snýst gegn þér. Maður þekkir fólk sem hefur bara sætt skattaransóknum og fólkið í nærumhverfinu verður svo hostile eða ansnúið í að það bara flýr land. Svo kemur kannski bara í ljós 3, 5, 7 árum síðar að fólk hafi bara staðið í skilu með allt sitt. Þannig að það þarf auðvitað að setja einhver mörk á þetta og sem betur verið að hafa tilteknir þingmenn verið að flytja slík mál. Hildur Sverrisdóttir hefur verið að tala fyrir réttabótum í þessum efnum. Þetta mun hins vegar ekkert lagast með núverandi dómsmálaráðherra. Hún var bara saksóknar og gekkst upp í því að vera saksækja fólk, byrti einhvern veginn að mynda sig með Kolbrúnu Benediktsdóttur, litlu
stelpunnar með saksóknarvaldið með ákæruvaldið. ákæruvaldið átt að vera eitthvað ægilega fyndið eins og það sé eigi að fara með þessa hluti af einhverju léttúð og það bara dómsmálaráðherra sem að mun alltaf taka afstöðu með kerfinu og spillingun inn að þess alin upp í kerfinu. Já. Talandi það, bara fyrstu komin við vorum hans að fjalla á þetta hér í síðustu viku sko, það er náttúrulega búið að auglýsa embætti lögreglustjórans í Reykjavík að höfuðborgarsvæðinu laust, það var frólt að sjá hvort að Úlfar sækjum það, ég skýrst að hann muni líklega að gera það. Já, Sigríður Björk, ekki hægt að geima hann endalaust í menntamálaráðuneytinu. Það ger ekki neitt. Það er annar Það fara með starfskraft. Það er ok, en það er annað í þessu, er ekki Sigríður Friðjóns að hætta á þessu árið? Ég hugsa nú að hún nú búin að vera það lengi hjá hinn opinbera. Hún er hlustundur upplýsingar, hún er ríkissaksóknari. Ríkissaksóknari verður 65 ára núna í haustauktjumann. Ég er nokkuð vissum að hún náði 95 ára reglunni, ég held að það sé alveg... Heldur Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sé að bíða eftir því embætti? Það kemur nú ekki á óvart, sko. Ef að setja stuðul á það? Það væri erfitt að ganga fram hjá honum. Er það? Já, menn hann er með mestu saksóknar reynslu landsins. Þó að upptekjurnar að því hafa ekki verið miklar og margar sneipufarirnar að þá heldur þeir erfitt að ganga fram hjá honum. Gleymum því ekki að Sigríður Friðjónsdóttir fékk embætti ríkissaksóknara fyrir það óþurftarverk að saksækja Geir Hilmar Haarde í landsdómsmálum. Þú kalla það bara óþverraverk. Já, óþverraverk. Það er óþverraverk og verður henni til ævarandi skammar og að það átti engin maður að taka slíkt verk að sér miða við það á hvaða grunni það mál var reist. Já, það var Ögmundur sem að skipa hann eða ekki. Jú, hann hefur reynda beðist afsökunar á því máli, einn af nokkrum, en alls ekki öllum. Já. Það var margt í mörgu. Já, en það eru líka eflaust starfsmenn hann innan embættis ríkissaksóknara sem að hugsa þetta gott og glóðina, en þá var þetta eftir að koma í ljós hvort að Sigríður ætlar að hætta í haustið ekki, en það eru sögusagnir þess efnis. Ert þú með eitthvað mál, Stefán? Heldur betur. Já. Ég var að vafra á héraðsdómstóla síðan í Færeyjum. Þeir eru með allt í Danmörku, sko. Það kosti upp um mig. Já, ég með eitt mál. Það var aðeins komið til umræðu óperu vettvangi þetta markaðsstönd óprúttina aðla sem að vilja núna taka upp á því að grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar. Já. Sem að hvíla í þjóðagrafreitnum á Þingvöllum. Átni Helgason kom aðeins inn á það í síðustu viku. Hann kom inn á það og þessar stórundalegu uppákomu sem að ég man eftir þegar þyrlan frá NFS lent á þjóðagrafreitunum. Það glemdist að taka fram að þjóðagrafreiturinn lítur úr lofti séð alveg eins út og þyrlupallur. Hann er hringlaga með krossjá. Já. Þannig að það er kannski ekki skrítið mikið þyrluflugmaður hafi talið að það veri heppilega að lenda þarna heldur en einhvers annar staðar. Ég er í prinsipun á móti því að raska ró þess mann sem þarna hvílir, hver sem hann er. Vegna þess að grafa ró á ekki að raska að óþörfu. Og mér finnst þetta lykta full mikið af svona markastöndi til þess að búa til einhver heimildamynd og hvað er betra þú ert að búa til heimildamynd en að grafa upp lík. Búa til myndefni. Já. Fara í einhvern Indiana Jones leik. Þarna er eitthvað lítið að beinum, erðafræðingur segir að það þurfi fersentimetra beini til þess að vinna þessa rannsókn og það er ekki víst eftir allan þennan tíma að það finnist, þannig að kannski grípa menn í tómt. En ég ætla þó að koma með svona progressífa tillögu. Ef að leyfi fæst til þess að grafa upp Jónas, þá held ég að menni að bætum betur og grafa Einar Benediktsson líka upp, sem er lagður þarna til hinstu hvílu 1940, lést það ár, og það er Einar Benediktsson mitt uppáhaldsskáld, svo að það sýtt ekki fram, en það er vegna þess að ég held að ef að menn á annað borð ætla að raska að grafa róð þarna á þjóðagrafreitnum, að þá eigi að grafa Einar Benediktsson upp líka, og það er að koma jarðneskun leifum þessara höfuðsnillinga íslenskunar fyrir annar staðar. Akkur er annar staðar en á Þingvöllum? Já, það má ekki gera það á Þingvöllum, það á þá bara að gera það í kirkjugarðinum á Þingvöllum, vegna þess að þessi þjóðargrafreitur verður aldrei, hann verður hvorki fuglni fiskur úr þessu. Þetta átt að verða panþeon okkar Íslendinga, þar sem að andans jöfrar, bara eins og frakkar gerðu með Marie Curie og Victor Hugo og það fólk, þá átti þetta að verða reiturinn þar sem þetta fólk yrði lagt í hvílu. Þetta var mikið vandræðamál strax, Gunnar Gunnarsson, þá nú talaðum að láta hann hvílarna, hann var grafinn út í Viðey, menn veltu fyrir sér Halldóri Laxness, Tómasi Guðmundsssyni, menn voru ekki sáttu við það og það furðulega er að með það hvernig þessum grafreitir komið upp að fyrsti forsetinn skildi ekki grafinn þarna. Það farið mjög vel á því að þetta yrði grafreitur forsetana
Sveins Björnssonar, Georgíu Björnsson, Ásgeir Ásgeirssonar, Dóru Þórhallsdóttur og þar sem þetta göttunum, en það var það ekki og úr því að svo og þarna hvíla þeir tveir út í horni, ef hægt að tala um horn á ring, að þá held ég að það ég bara grafa líkin upp, koma þeim fyrir annarkvort í Þingvallakirkjugarði eða í Suðurgötugarði, reisa fína bautastein yfir þá og gera eitthvað annað með þennan reit þarna. Kannski bara þyrlupall fyrir sumarbústað forsætisráðherrans, en þetta gengur ekki svona, þetta bara absúrd í raun. Já, einmitt. Mun ekki þjóðmál mælast til þess að þeir verði báðir grafnir upp? Það átti að gera 2 heimildarmyndir. Jú, ég skal viðurkenna, ég átti ekki vona þessu innleiki í dag, en ég er ánægður. Sannarlega progressive hugmynd, eins og þú sagðir. Það er ekki gett að segja annað. Já, þú vilt ganga lengra, bara sumir vilja grafa upp Jónas, þú vilt grafa upp Jónas og Einar. Já. Þannig að já. Ef að það á að grafa menn upp á hana borð, sko, þú ert að meina það, ef að það á að fara standi í. Og rifja ég þá upp fræg... Ég vil bara vita hvað þeim finnst ESB, sko, þessum tveimur. Frægt, spurðu Þorsteinn Pálsson. Hvað sagði Einar? Hvað bindur vorn hug við heimsins glaum sem himna arf skulum taka? Ég fer ekki lengra með það. Nei. Herðu, talaðu ESB. Búlis, ef við kíkja á Epic stöðlun, hvernig stendur hann í dag? Já, áhugavert. Við sáum við erum bara koma að sína á þetta. Sko, ég er bara svo ánægð með þess að vönduð umræða. Þetta er vönduð og fagleg umræða hjá okkur í dag. Yfirveguð, þú veist, og allt þetta. Vindur þú segja eins og óinu fagleg? Svona, við reynum að hafa þetta fagleg. Loksins fagleg umræða. Það var mjög fyndið að sjá, sko, hérna... Loksins er þetta óanbeltis. Stöðullin er bara eins og hann svipar hann var í síðustu viku, við sjáum hérna á Epic Bet að það er stöðullin á það stöðullin á nýið yfir því hverju munu samþykja aldrei verið ESB er 1,6 hann var 1,65 í síðustu viku það er sem greinlega smá hreyfing á þessu en ekki mikil. Fyrir þá sem ekki skilja svona kerfi þá eftir því sem að stöðullin lækkar þá eru talda meiri líkur á því að viðkomandi sigri þetta í þróttum eins og þjóðaratkvæðagreiðslum þannig að þeir sem eru inn á Epic Bet telja greinlega talsvert afgerandi að þjóðum munu segja nei. Takk hérna skynsalega ákvörðun. Já, í loka ágúst, já. Og svo stuðunar jáinu 2,5. Já, svo má reyðja það upp að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar núna í maí, þá var þessu öfugt farið ekki sett. Jú. Þá var jáið með yfirhönduna. Ekki alveg mikla yfirhönd og nei hefur þarna. Var ekki 2,2, 1,8? Jú. En það er náttúrulega bara þetta silfur sko. Sá nú að Aðalsteinn Jörgensen, hann teiknaði hann á skopmynd ef við kíkja á hana. Ég held að hlustundur þjóðmál átti sig alveg á því hvað við erum að fara að ræða. Við sáum það að síðasti þáttur Silfursins á RÚV, Ríkisútvarpinu, fjölmiðli allar landsmanna sem allir eru neyddir til að greiða fyrir hvort sem er líka það betur að vera. Og sem er lögum bundin að hlutleysi. Já, tóku síðast þáttur undir það að ræða með Evrópusambandsins og fengur náttúrulega 5 stuðningsmenn þess að ganga inn í Evrópusambandsins til að ræða málin og það er með fyndið að sjá. Hérna sjá hann á myndina sem Aðalsteinn teiknaði eftir þetta. Sem lýsir svo nokkuð vel. Sigurður Halinn satt þarna og bara verður þetta ekki bara æðislegt fyrir mannin. Kolbeinn Árnason sko skipaður ráðuneytisstjóri á Hönnugötu og er þarna sko starfsmaður hennar í þessari baráttu. Ég hef nú þekkt Margrét Einarsdóttur, doktor í Evrópurétti í 26 eða 7 ár og fáum kynst sem hafa haft jafn einarða afstöðu til þess að Ísland eigi að gangi í Evrópusambandið. Það er að þeirri ástæðu sem hún fer og sérmentar sig í greininni. Þannig að þeir vera að tala um að hún sé hlutlaus, þá er það rangt. Hún er hlutræg, hún er á þeirri skoðun vega að fara inn og það á bara að viðurkenna það og hún hefur margt mjög málefnilegt og flott til málanleiki og mikla þekking á þessu. En að tönnlast á því að þetta fólk sé hlutlaust er bara alveg ég ável ekki til orði við það. Og svo Vilborg Ása líka sem er reyndar sko, hún brást við þessar umræðu daginn eftir að það sem að vera að tala um að þetta hefði verið allt á einhliða en hún segir í viðtalið við Ríkisútvarpið sko ég veit ekki hvað svíl er Evrópusambandið en ég er eins og mjög áhugaður að sjá hvað verður í þessum samningi þannig að ég ætla nú að segja já hérna í ágúst sem þetta snýst allt um sko ég ætla mála að segja já það sem gerði þetta alveg sérstaklega ankannalegt er það að þetta er síðasti silfurstáttur það er ekki þannig að þau getur komið og jafna sakirnar með því að kalla til fólk sem að vil nei í ágúst í næsta þátt og Sigríður Hagalín segir meiri segja upp að þáttarins ég vek hæg hérna inn
til þess að nesta þjóðina inn í sumarðum Evrópumálin. Þetta veganesti, bara allir sammála, allir inn. Sagði hann ekki bara svo Kristján, ég ætla að nesta þjóð mína Kæra þjóð. Sigurður Hér nestið ykkar. Er nú með svona náttúrulega skeifu svona náttúrulega fíld. Ég veit ekki, sko, ég held að hún muni ná alveg heilhring þann 30. ágúst þegar þjóðin verður búin að segja skoðun sína þessu máli. Það verður hægt að teikna ESB-merkið á þá skeifu. Hún verður örugglega jafn sár eins og þarna starfsmenn RÚV þegar voru að koma fyrstu tölur í kostingunum daginn. Í sveitskostingunum voru alveg miður sín. Þegar tölur þetta kom úr Kópavogi. Já, Kópavogi. Það var bara eins og það verður við að tilkynna sko morðið á Kennedy 63 aftur. Sko inn á þessu mynd vantar alltaf Stefán Hauk Jóhannsson sem alltaf samningamæður Íslands í verður það. Ég ætla að senda þér í Brussel núna, var samningamæður Íslands í fyrri umsöndaferðinu. Segðu okkur söguna því. Var sóttur auðvitað, eitt af fyrsta sem Þorgerður Katrín gerir þegar hún verður utanríkisráðherra að sækja hann aftur og senda þér í Brussel. Hann var í Japan. Já, komið þangað núna. Ég var nú stattur í boði þegar Icelandair byrjaði að fljúga til Brussel sumarið 2010. Beintflug, já. Í beinuflugi. Og þá stóð Stefán Haukur upp og sagði þetta svona í léttum tónu, skulum gefa hann það, þetta var hann satt svona í léttu rúmi, að þá hefði hann sett sér 2 markmið þegar hann var að senda þeirra, að hann ávarpa stórun hópa fólki. Og markmiðin voru þau að annars vegar að Icelandair myndi hefja beint flug til Brussel og að Ísland myndi gangi í Evrópusamtið. Nú voru öðru markmiðin náð og hitt verið komið í ferli. Er þetta hlutverk starfsmanna utanríkisþjónustunnar? Auðvitað ekki. Nei, það maður spyr sig. Þannig En svona utanríkisþjónustan öll. Martin Eyjólfsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, sem bara handlangari Þorgerðar Katrínar. Við höfum lengi verið þeirra skoðan að við höfum að fara inn í Evrópusambandið. Kolbeinn Árnason, ráðuneytisstjóri, Stefán Haukur Jóhannesson. Auðun Allarsson. Þetta lið er allt í þessum slag. Alveg eins og með RÚV. Þá eru við látin borga undir fólk til að berjast gegn því sem við trúum á. Og þetta er eins ógeðfellt og það getur orðið. Ég baði gerfigreindunum að túlka þennan fund, þennan silfur þátt á mánudaginn. ESB er frábært. Þetta er elítan að messa yfir líðnum um það hvernig hlutinir eiga að vera. Já, hvaða kona er þetta lengst til hægri þarna? Bara einhver Nei, er þetta ekki Ásthildur Lóa? Snobbuð og flott kona. Þetta er bara fjölmiðlar og mennta elítan að... Ragnar Þór Ingólfsson kom með englirni þarna milli þeirra. Er þetta ekki bara eins og í æsubartinu? Verður þetta ekki bara svipað? Jú, þetta er eiginlega nákvæmlega stjórnvöld, háskóla elítan er að segja fólki hvernig hlutinir eiga að vera. Er að tala niður Ísland og íslenskt efnahagslíf. En munurinn er sá að almenningur á Íslandi lét ekki segjast í æsufdeilunni á sín tíma, þó að það væri miklu breiðari stuðningur fyrir hinu álitinu. Núna er það þó þannig að Alþýðusambandið og atvinnurekendahreyfingin er ekki á þeirri skoðun að við eigum að fara inn í Evrópusambandið. Þeir eru búin að sjá í gin ljónsins sem að menn hafa gapað inn í og sjá að þetta myndi hafa geigvænlegar afleiðingar bæði fyrir vinnumarkaðinn og atvinnulífið í landinu. Það er kannski það eina sem að gera mann órólegan. Það er að segja að þetta lið sem var á móti, eða þegar segja studdi ISAF-samningana, skuli núna vera komið á sveif með réttum hætti. Getur það verið að það er hennilega með einhverjum hætti drægi úr stuðningnum hjá almenningi? Já. Svo var bara svo fyndið að sjá sko umræðan á sumum samfélagsmiðlum eftir hennar þátt þegar ESB-sinendir byrjuðu öllu svona að snobba svona sína milli bara loksins fengum við yfirvegað og faglega umræðum Evrópumálið. Besti þátturinn í svona, auðvitað bara... Eins og þjóðin hefði bara beðið því að fá yfirvegað þáttum Evrópumál. Og þetta var svo yfirgengið, Sveinn Andri Sveinsson náttúrulega virðist vera hættur að skipta búi play og er núna bara einhvern veginn eins og einhver botti á vegum viðreisnar inn á Facebook. Kannski núan tíma eftir hann ekki hjónaband. En það sem að þeir hafa núna gert er að í þessu máli Ég segi bara þeir vita sem vita. Okay. En þá er það þannig að Næsta mál. Nei. Klára þetta. Mér fannst sér að Hjálmar Jónsson orða þetta best, hann er kurteis og lítillátur maður og hann var greinilega að fylgjast með því hvernig þetta fólk lét allt og hann hafði aðeins eitt málið að segja. Þar sem allir hugsa eins, þar hugsar enginn mikið. Já, það er kannski bara rétt. Ég vona hann hafi ekki verið að beina orðum sínum að þjóðmálastofunni.
Það er það ekki breiðkirkja skoðana? Jú. Sko, þetta er náttúrulega ég ætla allan að ég fór niður í frumherja og sótti fullt endurskoðunum með ég fekk þá bara í kassavís ég var bara að fara einhverja nóttina eða einhver daginn og líma bara endurskoðun allar bíluna fyrir utan rúf. Já. Þessi vinnubröð voru bara ekki boðleg. Þeir náttúrulega eru núna en er rúfurum ekki alveg sama? Þeim, veistu, sko, ég er með þá kenningu Stefán Eiríksson er ekkert að missa svefni við þessu, sko. Já, ég er með þá kenningu með ríkisútvarpið. Þeir náttúrulega nýbúin að bæta við þessum kostulum skilmálum eða disclaimer og hvað kallar þetta fyrir neðan allar fréttinnar. Ég er með þá kenningu að þetta hafi verið eina af kröfum með ESB ekki að fá peningana til að fjallum þetta. Af því að þú veist, ég held að ESB krefjist þess því verðið að taka fram að þetta sé alveg hlutlaust. Ég er með þá kenningu að þetta sé skipum frá ESB því að þið myndu aldrei taka þetta upp sjálfum sér. En þarf ekki RÚV líka núna í öllum fréttum Evrópusambandið að setja fyrirvara að styrta Evrópusambandið? Hvað fenguður mikið? Voru þetta 150 milljónir? Þetta var verulegi fjármunir til að sinna umfjöllun þetta ferli. Einstaka lögaðlar mega ekki styrkja stjórnmálaflokka meira en 600.000 vegna þess að þá er talið að þeir fara að hafa óeðlileg áhrif. Evrópusambandi sem einhver alþjóða bandala sem að vil gleypa okkur, þeir koma með 150 milljónir inn í fjölmiðlin, ríkisfjölmiðlin og þá ekki að vara fólk við áróðurinn. Nei. Við sáum að Viðskiptablaðið gerði birti könnun í vikurnar sem spurtur afstöðu fólks og það er ennþá meirihluti þjóðarinnar andvígur því að gangi Evrópusambandið. Auðvitað snýst þetta alltaf að loka um að gangi Evrópusambandið og fólk þarf ekki að halda það að þessi kosting í haust snúast neitt annað en að gangi Evrópusambandið. Nei. Þannig að þetta kíki pakkan bull er náttúrulega bara ekki raunverulegt. Það er búið að svara þessu öllu saman fyrir löngu síðan en þetta auðvitað, eins og nú talaðum við náður, þetta auðvitað er pólitískt erindi Viðreisnar þannig að þeir verður að láta á þetta reyna en það, ef að líkunlættur mun það ekki bera á okkur. Það er alltaf að koma betur og betur í ljós að þau vita að þjóðin er andvíg þessu. Þess vegna er búið að búa til þessa mýtu að kíkja í pakkan, að menn séu bara í einhverjum óhlutbundnum samningaviðræðum sem að hafi í raun og verið ekkert gildi fyrir að þjóðin gangi aftur til að atkvæða nýja samning, en það vita það allir bæði út frá því sem Evrópusambandi segir sjálft, frá reynslunni 2009 til 13 eða 2010 til 12 og hvernig aðra þjóðir hafa komið að þessu, að það skiptur öllu máli fyrir ESB-sinnana að fá já í ágúst. Vegna þess að þá byrjar Ísland í raun og sann að ganga inn í Evrópusambandið. Af hverju það? Það er vegna þess að Evrópusambandið og kerfi sem hefur verið byggt upp gengur út frá því að þjóðin sem sæki aðild, hún vilji í raun og veru koma inn. Já. En þessar tölur staðfesta að þjóðin vill það ekki. Og svo er þetta alltaf sama svarið. Þetta var mjög svipað svar sem að Stefán Haukur kom með þarna í ríkisútvarpinu á mándaginn og svo einhver kona þarna frá Austurríki sem var búið að koma til lands til að svara spurningum og að vera að spyrja, hvað myndi þetta taka langan tíma þessar viðræður? Já, það fer nú bara eftir hvernig það gengur. Þetta er alltaf svona, sko. Já, en sennilega svona 22,5 ár, sko. Það mun reyndar öll fjárfesting stöðvast og annað á þeim tíma. Sem þýðir, það fer eftir hvað ég geði mikið eftir, sko. En ég vara við því, menn segja, sko, við getum bara fengið mjög hagfelldar niðurstöðu í sjávarútveginum, varandi auðlindirnar. Þetta er ekki deilistofnar og þetta er allt eitthvað staðbundið og það eru, hvað þetta kallar hlutfarslegir hlutfarslegu stöðuleiki og allt þetta. Þannig að sennilega náðu því í gegn og þá hljóta menn nú bara að sjá ljósið í þessu. Horfið bara á Evrópusambandið. Horfið á stöðu þjóðana sem að þarna eigi hlut. Mér langar nú bara til að nefna ef ég má aðeins draga inn grein sem að birtist í Morgunblaðinu miðvikudaginn 10. júní. Ef þið þolið að býða það með mér. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Hann að sýna það hvernig skuldahlutfall Evrópuþjóðar. Það er skuldir sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Og dreipum aðeins niður í greininni. Opinber skuldastaða margra evrulanda er nú komin langt umfram 60% af vergri landsframleiðslu, en það er sett reglan hjá þeim að það með ekki vera umfram 60%. Látum vera þó smærri ríki eins og Grikkland, þar sem opinbera skuldir nú 146% af vergri landsframleiðslu og Belgía með 106% séu komin í mörkin. Alvarlegra er að opinbera skuldir sumra stærstu evruríkjana eru langt yfir hámarkinu. Opinbera skuldir Ítalíu eru komnar í 137% af vergri landsframleiðslu, Frakklands í 116% og Spánar í 100%. Og aftast í greininni bendir hann síðan á
að opinbera skuldir Íslands árið 2025 voru 56% af vergri landsframleiðslu, Noregs 45% og Sviss 39%. Þetta eru EFTA-ríkin sem standa utan Evrópusambandsins. Og þegar þessar þjóðir sem hann nefnir hérna sem eru komið með skuldir langt yfir höfuð fara að lendi í vandræðum með velferðarkerfin sín, eftirlaunakerfin, heilbrigðiskerfin og annað. Hvert halda menn að þessi peningar verði sóttir? Til ríkjana sem borgar netto inn í það. Evrópusambandi verður bara eins og Arna Lára Jónsdóttir, munur bara stappa niður fótunum og segja þið eigið nóg til, við sækjum þessa peninga hingað. Þetta eitthvað sem að RÚV auðvitað mun ekki fjallum. Það sem RÚV hins vegar hefur fjallum þetta umræðuskjal sem að Samkeppniseftirlitið birti í vikunni. Það sem að Samkeppniseftirlitið sem fekk nýlega 30 milljónir króna frá atvinnuvegaráðherra Hönnu Köttu til að gera einhverja úttekt á matvælamarkaði. Það er raunin verið að ráða bara Samkeppniseftirlitið í verktöku til að Páll Gunnar Pálsson bara hundur í vinnu fyrir ríkið. Já, ég meina þeir eru nú yfirleitt ekki mikið að flýta sér Samkeppniseftirlitið, en þeir voru ekki nema fljótir að þessu. Það eru snöggir að hrista þetta fjóðverk fram á verkin úr erminni. Birta þetta umræðum skjálum það sem til að sýna fram að það Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matur en íbúar Evrópusambandsins. Það kostur, skoðum hann að ummælið neðst í þessari frétt. Þetta fjallum þetta á vef RÚV í gær og það er spurður sérstaklega út í það í fréttum RÚV hvort það hefur tekið tillit til launakjara þegar þið gerðu þessu úttekt. Já, notabene eru laun á Íslandi fyrir eftir einhvern lítur að 60-70% hærri heldur en meðaltal Evrópusambandsins. Á ég lesa þetta? Já. Það stendur einmitt, ekki tekið tillit til launakjara í greiningu Samkeppniseftirlitsins en laun eru almennt talin hærri á Íslandi og Svissinni mörgum hinum löndunum. Og sem sagt, Páll segir þó aðrar greiningar sem hafa komið nýlega fram, segir ekki hverja þær eru, gefa til kynna að skýringarnar séu ekki að verulegu leiti að leita þangað. Nei, þannig að það bara algjör tilraun að við sem að greiða hærri maturverð. Já. Páll Gunnar Pálsson hefur hafnað tengslum milli launa og verðlags sem hefur nú svona svolítið verið bara bitbein íslenska þjóðfélagsumræðu síðustu áratugina. Þjóðarsáttin snerist meðal annars þetta og hann hefur hafnað því að laun í gefnu hagkerfi hafi áhrif á verðlag. Ótrúlegt að Einar Oddur Kristjánsson og Ásmundur Stefánsson hafi ekki fattað þetta. Og hvað þá Guðmundur Jaggi? Því líkir abakettir. Já, við erum að tala eitthvað vinnumarkaðsmódel á hverjum einasta degi og framleiðin, við séum alltaf að hækka launum fram framleiðinu og skiljum svo ekkert í því okkur verðbólgan alltaf svona mikil sem að meðal annars birtist í matvælaverði. Núna auðvitað bara komið í ljós. Akkur Páll Gunnar ekki bara ríkisstjórnarsemjari? Nú komið í ljós auðvitað af hverju ríkisstjórnin var að láta Samkeppniseftirlitið hafa þessa peninga. Það var til þess að geta kært þessa stofnun inn í kosningabaráttuna Evrópumál. Það er bara augljóslega sem maður sér hvernig Evrópusinnarnir hafa gripið þetta og eru núna að tala fákeppni á markaði og hvað þetta sé nú allt ömurlegt hér og bæði í olíuverði og matvöru og Egill Helgason að tapa sér yfir matvöruverðinu eins og Pavel Bartosek hefur þetta við að gera. Pavel báðir hálunamenn. Pavel er nú alltaf með þessi vídeo þarna á Facebook og var að ganga ég held hann hafi verið að koma út Melabúðin eða Hagkaup og sagðist hafa keypt í pitsu fyrir 4.800 krónur. Og ég spyr bara, er hann með pandabjarnarhakk á þessari pitsu? Hvað er á pitsu sem kostar í ráefni sem köpum 4.800 krónur? Það er ekki skrítið að Dominos gangi ekki vel. Var Melabúðið með einhverja lund úr síðastu geirfuglur í fristinum? Þetta er alveg hreinum ólíkitt. Já, þetta er geirfugla carpaccio í forrétt. Og hvernig við bregðast við? Og það er til dæmis verið að tala matvöruna og oljuna og það er fákeppni á þessu markaði. Við vitum auðvitað að það eru fáir stóri risar sérstaklega í matvörunni. En tökum oljuna. Þar eru nokkur fyrirtæki. Þar eru með N1, við erum með Olís, við erum með Atlansolíu, Orkuna og segjum að þarna séu svona 4, já, og svo hérna Costco þetta. Þetta er svona competitive aðla sem að nálgast markaðan á ólíkum forsendum. Trúir þetta fólk því í alvörunni að ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, að þá muni olíufyrirtækjum á Íslandi fjölga. Þannig og hvað haldaðu að þurfi þá mörg bensinstöða fyrirtæki til þess að fá alveg samkeppni í olíuverði? Þurfum við 10 eða 15? Ég hef keyrt Frakkland eins og þið, eða Þýskaland, eða Spánn, ég var að koma frá Búlgaríu. Þetta eru örfá fyrirtæki sem eru meðfram þjóðvegunum.
þetta eru kannski 4-5 aðlar og það er eitt sem að einkennir á alla. Þeir eru allir með sama verð. Það er vegna þess að þessi fyrirtæki er ekkert, þau hafa ekki möguleika á að keppa sín á milli bensínverð. Bensínverð er bara innkaupakostnaður frá Statoil, flutningskostnaður og síðan ofur skattheimta ríkisins. Það er það sem að, og svo er álagningin örfá á krónu sem að hægt að hnika til. Það er ekki sem getur komið inn á markaðan og sagt, ég ætla bara að bjóða 50 krónum lægra verða bensín og allir lifa vel og eftir. Það munur þetta allir lifa vel í smá tíma nema hluthafa þessa fyrirtækis því það fyrir á hausinn. Þetta er svo ódýr og ömurleg og popúlísk umræða að það fólk verður sem að Páll rít undir. Eru annað Þóru, að því þú takfræðingur. Ef við myndum fjölga olíufélögum úr 5 í 10, þá þetta að fara að fjárfesta hér í nýjum bensinstöðum út allt. Myndi það leiða til lægra olíuverðs? Ég held að það sé öruggt að það ekki, en svo líka einna helstu Evrópusinnunum hér á landi, hann hefur nú síðustu 10 árin að reyna að fækka bensinstöðum með það ekki í Reykjavík, þannig að hann var nú... Það er ekki svona. Já, annar einn helsti Evrópusinnin er þetta sá sem er sérfræðingur í verðsamráði í olíu, það er þetta Thomas Möller, sem var þetta potun og panna var það ekki í SO sín tíma. Skrifaði frægasta tölvupóst allra tíma á Íslandi. Hvað sagði það? Við skulum ekki hafa það eftir. Hvað sagði það? Nei, ég man ekki til þetta. Fólk er fíbl. Ég er ósammála. En í þessari grein á Viðskiptablaðinu, það sem var verið að fara yfir þetta frá Páli Gunnar, hann að tala með sér svo mikið fákeppni á Íslandi, en það var nú menn fóru nú og skoðuðu gögn frá sjálfur Eurostat sem er nú ein Evrópustofnun og ef við förum aðeins neðar í þessu að það sem menn voru að skoða það er svona línu, svona stöplar í tannina voru að skoða afkomuna í maturu heildsölu og maturu smásölu semst á Íslandi og í Evrópu og þar kemur á daginn að framleiðin í þessu Íslandi er nú bara nokkurn veginn svo sama eins og á meginlandinu. Þannig að fákeppnin er ekki að leiða til þess að þessi fyrirtæki séu að raka að sér meiri peningum. En það er bara svo auðvitað að keyra á þetta, sko, eins og segja, þetta er populismi. Þetta er populismi. Þannig reyna þau að, nema þau eru bara að nota ríkisstofnar þess, ríkissjónvarpið, samkeppniseftirlitið, borga Páleikunni 30 milljónir, taktu slægin með okkur. Þau hafa bara ekki annað. En fólk sér í gegnum þetta, ég held bara þegar bent er á þetta. Já, fólk sér ekki endilega getur þetta. Það er bara að vera predika yfir því að maturinn verður sér svo hátt. Já, en hver einasti maður sem sér þetta tekur svonsum. Þannig að það auðvitað bara tryggja það sjáu þetta allir. Sko. En við erum líka með eina myndi viðbót. Það sé að fólk er ekki fíbl. Það sem að þetta er ótrúlegt að hér á þessu herrans ári þurfum við að taka slægin sko hvort að laun í landinu hafi áhrif á verðlag og það er nú bara hægt að sjá tölur á heimasíðu Alþjóða vinnumálastofnunar sem að ég var nú aðeins að garfa í fyrir vikunni. Já. Það sem er verið að skoða í launa hlutfall hagkerfisins, það er að segja af vergri landsframleiðslu hversu hátt hlutfall af henni fer í launagreiðslur og það kemur á daginn, þannig er þetta Stefán, þetta er mjög spennandi fyrir þig að sjá þannig að það kemur á daginn Þetta er maður sem bara vinna heima. Ég tók nú bara svona efstu 13-14 löndin og svo ESB meðaltalið. Sko, það sem er merkilegt í þessu er ekki kannski munur á þetta milli, það sem er merkilegt í þessu er að þetta í svona þróðuðum hagkerfum er þetta svona á bilinu 55 til 63-4%. Það er að segja ef að landsframleiðsla er 1000 milljarðar, þá er launakostnaðurinn 630 í tilfelli Íslands, 578 í tilfelli Evrópusambandsins. Ætlar eitthvað að segja mér að þessi kostnaðarlegur hafi ekki áhrif á verðlagið í landinu sem ræðir. Ég var að reyna að láta mér þetta í hug rök gegn því að laun stýri verðlagi, menn það gæti til dæmis verið það að Seðlabankinn sé linur og hleypi bara verðbólguna af stað vegna mikilla launahækkana. Það er ekkert að segja þessi tilfelli á Íslandi, hann hefur frekar verið harðari í hina áttina ef eitthvað er. Laun hafa kannski ekki áhrif á verðbólgu ef þetta launahlutal sem við erum að horfa ef það fer lækkandi. Það hefur ekki verið lækkandi á Íslandi, þetta er svona milli 60-70% yfir til okkur. Yfirleitt svona hæst eða næst hæst í heimi, hvað þetta varðar. Er framleiðni aukningi mikil? Nei, við höfum verið að hækka laun umfram framleiðni og svo auðvitað það sem ætti að leiðrétta þetta á endanum væri náttúrulega gengisfelling, en það náttúrulega gerist ekki á Íslandi heldur, af því að gjaldeyrin svoleiðis mókast í það inn, ferðaþjónustan, hugverkaiðnaðurinn er að koma sterkur inn og svo... Það mun hins vegar gerast
það mun gerast Já, það hefur gerist ekki á þá endanum. gerst En ef við verðum með evru, þá myndi það ekki gerast. þá myndi ekki gerast Þannig að sko krónan verður sveiflujafnarinn í þessu þegar upp er staðið, þegar að gjaldurinn hættir að styrtast inn eða vöxturinn hægist eða stöðvast. En ef við verðum með evru, þá kemur leiðréttingin ekki í gegnum gjaldmiðlinn, heldur í gegnum atvinnuleysi. Já. Það er það sem að þessu fólki virðist vera bara alveg sama sko. og þá lækkar þetta launahlutfall mögulega Ég sá að einn ánginn þessu var að það var viðtal við formann landskjörstjórnar, framkvæmdastjóra landskjörstjórnar kosninguna í vetur, í sumar, í haust. Það sem hún sagði að fólk þetta vara sig að því að vara sig á erlendu áhrifunum sem getur við orðið á þessa kosningabaratu og hvað er fólk til að kæra til lögreglu, fjölmennlendar eða annara, eða er þið vart við slíkt. Ég fór alltaf fyrir mér á maður að kæra til lögreglu bara þessi myndbyrð hjá Pavel eða sem hann að bullum verðið eða þegar Þorgerður byrjar að flytja inn einhverja umbeðsmenn frá Brussel í sumar til að segja hvað það sé allt saman frábært. Eða þegar að birt er skýrsla á ensku sem að í fyrsta lagi er röng en er síðan í ofanalag rángtúlkuða ráðunettinu með fréttatilkynningu sem að síðan alþjóðlegi fjölmiðlar lepja upp og hafa reyndar núna leiðrétt. Bloomberg sá sig knúið þess að skrifa frétt um það að stjórnvöld á Íslandi hefur reynda afvegaleiða umræðuna gjaldmiðlamálin. Og hvað gerir það fyrir trúverðuleika efnahagsstjórnarinnar þegar að fólk á alþjóðamarkaði sér að stjórnvöld hér er að reyna að segja sögu sem er augljóslega ekki sönn. Slá reiki í augu fólks og bara því miður að því að verðist viljandi sko. Þetta er ekki eitthvað miskilningur, þau eru bara að villa umfyrir. Strákar, áður kveikjum á grillinu eigum við, ég ætla að fara út í allt annað eigum við myndbandi sem ég sendi ykkur aðan bara algjör útúrtur að þá var aldrei svo vant þingmaður, Auður Finnbogadóttir var þingmaður, var að taka sæti á Alþingi í vikunni býði hans með að setja playstrákar Auður Finnbogadóttir sem ég veit ekkert hver en hún kemur hann inn fyrir hönd Viðreisnar, kemur hann á þing er að fara að undirrita sín drengskaparheit við stjórnarskrona sem er þetta stór stund í lífi allar þingmanna á. Er þetta Stenström-skipta? Við skulum ekki gera lítið úr því. Og og ef við ekki bara sjá þetta? Jú, kíkjum á það. Horfum á þetta. Stór stund í lífi þingmanns. Hver mætir svo? Það snýst þessi stól. Hvernig ég snýst stólum? Hver mætir þetta einu augabræði? Hvað? Er það kannski? Alltaf að snúa sér bæði í ræðustól og í stól. Hann er þó ekki með hattin á sér þarna og bioeffekt elísýrin. Ég var bara ég fekk þetta myndbað sett frá Dickon hlustunda. Þannig að endilega verið duglega að senda okkur eitthvað svona skemmtilegt efni. Auður Finnbogadóttir okkar fekk ekki sína stund þar. Nei, hvaða kona er þetta? Bara veit það ekki. Getur við farið inn á alþingismanna vefinn og séð hvort að hún sé komið með æviágrip? Ég skammaði Átta Helgason í síðustu viku fyrir að vera ekki búin að finna út æviágripsip á þinginu. Það er ekkit, hún er fædd 1967, 20. júlí. Já, hún er sem sagt verkefnastjóri stefnumótunar hjá Kópavogsbæ síðasta sem Það hlaut að vera. Það er aldrei sminka framlegðin hjá Kópavogsbæ þessa dagana. Síðan 2018, ég veit ekki hvort Getum við flett upp æviágripi Þórðar Snæs fyrir þetta alþingismanns? Jú. Það var ekki útfyllt síðast þegar ég... Já. Nei. Nei, það er hann er fættur á fullveldisdegi 1980. Mér finnst nú lítið gert úr hans merkilegu ævi þarna, er það ekki? Var kjörinn alþingismaður norður en afsæri sér þingsæti fyrir þingsetningu. Hann var samt þingmaður í rauninni í einhverja 14 mínútur, eða ekki? Var það fyrir þingsetningu? Nei, hann var sem sagt, hann afsæri sér þingsætunni fyrir þingsetningu og sest aldrei á þing en þingsetningi var sko 2 mánuðum eftir kosningar. Já, en sko þegar þingið sett, þá er hann þingmaður. Og svo afsæri hans. Já, þannig að þetta voru 14 eða 17 mínútur heldur. Þetta er ein sögufölsun af hálfu meirhlutans í þingið. Hvort er verða, þetta eða dónapóstanir? Talandu kall í krabbinu, getur við flett upp hérna í alþingismannatalinu Tryggva Gunnarsinni heitnum. Hann er grafinn í alþingisgarðinum, einn Íslendinga, hann hannaðan og sáum hann síðust árin. Ég var í Tryggvaskálum daginn að fara með gamanmál, ótrúlegt en satt, og þá Tryggvaskáli á Selfossi heitir eftir þessu merkamanni. Og ef þið kíkið þarna á fjölskyldu sögans, þá er efst bara í æviágripinu og þysið inn,
þá sjáið að hann er fæddur sko árið 1835, 18. október og hann er dáinn 21. október 1917 en kíkið síðan á yngstu dóttur hans, Þórunni Önnu Maríu. Hún er fædd 1917 en það vill svo til að hún er fædd miðjan nóvembermánuð 1917. Hún fæddist að föður sínum látnum 82 ára gamlum. Já. Og ég segi bara að það verið að tala um fæðingatíðinni og Snorri Másson er mjög upptekinn af þessu. Íslenski karlmenn að taka sér Tryggva Gunnarsson til fyrirmyndar og eignast börn alveg fram í andláti. Fram á nýræðisaldur. Já. Bara Hugsið ykkur bara, já, menn er svo Ólafur Ragnar Grímsson Þetta og stíkir taka verið bara að hluta. taka bara eignast börn núna. Það er bara reynda frábær hugmynd. Eitt besta viðtal síðar ára var þegar að Kári Stefánsson vinnur mig var kallar í viðtal á Bylgjunni þegar að Dorrit hafði látið klóna sám út í Bandaríkjunum og með voru að velta fyrir bara svona síðferðslu og rökum og svona og að lokum segir hætti Þorgeir Ástæðsson já, hann segir mér, Kári hvað finnst þér það að hún hafi látið klóna sám og þá sagði Kári, tja, ég verð nú að viðurkenna að mér finnst mun betra að hún hafi látið klóna sám heldur en ef hún hefði látið klóna Ólaf Ragnar. Herðu, ef kveikja grillinu, yfir úr grillinu. Ég er búin að vera að hvetja hlustundum til að senda okkur myndir af grillunum sínum í sumar, yfir úr grillum og þetta er alltaf góð stund að grilla, alltaf gaman að grilla. Og eiginlega alveg saman hvernig veðrið er og hvar sem maður er. Nú eru nú dagarnir í það maður. Heldur betur. Heitustu dagar sumarsins. Drífa sig í kjötkoparið og ná sér eitthvað mjög gott á grillið. Senda okkur mynd. Frálegt að við sitjum hér inn að taka mér að þátt. Það er slík blíða hér fyrir utan. Það er nú heitt hér. Ég er blautur hérna undir jakkanum. Já, heyrðu næsta mál. Þannig hérna Ekki orð meira það. Herðu, og verðum við ekki að vera bara með einhver velun í lók sumars fyrir flottustu grillmyndina? Jú, var ekki bókað það? Já, að ekki að heyri Jóni Yrni og Yfirdur mönnum, svo náum ekki að hérna gera eitthvað gott. Klárt. Það er að senda okkur góðar myndir, það er Yfirdur grillunum. Ég þarf að fara að púsa linsun á lækunni. Sumar leikur þjóðmála, við köllum það bara, hann er bara að vera til hér. Leikið að sumri. Já. Herðu, sko við höfum tekið hrósvikunar yfir grillinu. Já. Alltaf gaman að hrósa, að því við erum uppbygglega til það var. Við erum með kassan úti og hérna viljum bara vera brattir. Ég ætla að fá að hrósa einum. Já. Við erum hrósa Bergþór Ólafssyni, þingmanni Miðflokksins, fyrir þetta hér. Hann er þar ljáð máls á þessu áður. Hann er að tala fyrir því að þetta ógeð sem þetta svokallaða listaverk fyrir framan Alþingishúsið verður fjarlægt. Borgaralega, já, svarta keilan, borgaralega óhlýðni. Þetta grjót sem liggur þar fyrir framan. Já, minnisvarði, já, þennan. Þetta heitir eitthvað. Já, svarta keilan. Svarta keilan, já. Þetta sjáum við mynda þessu. Já. Þetta er búið að færa þetta aðeins núna, þetta er aðeins lengra, þetta er hérna Parlament Hotel en Er það ekki á ekki að fjarlæga þetta drasl? Jú, er það ekki á forræði borgarstjórnar að fjarlæga þetta? Jú, ég held það. Já, þá held ég að heimatökin séu að hæg, sko. Já. Getur kannski, Ari Edvald getur kannski tekið þetta upp í Orkuveitu. Já. Ef hann vill, sko. Eða bara stifti svona einhver staðar, einhver borhólu sem er hægt að nota. Já. Já, nei, þetta þarf að fara. Ég er alveg sammála og Beggi hefur haldið þess að ræða okkur einast ári, hérna, það sem hann óskar eftir því að þetta veri fjarlægt ekki satt. Þetta er ömulegt, borgin hefur bara gert það sér að leik að hafa þetta þarna. Já. Og þetta er eiginlega einn af röksendunum fyrir því að það þarf að fella Austurvöll og yfirstjórnin á honum undir þingið. Í raun ætti Austurvöllur að verða svona eins og bara Washington DC. Já. Eiginlega að verða einskismannsland bara undir stjórn forsætisnefndar þingsins. Það er reynda hart sko að taka sólat, það er nú vinsælt að sitja þarna góður í stöðum, verðum kannski leiðilegt að taka það af fólki. Ég er ekki að segja, heldur þú að Þórunn Sveinbjarnardóttir myndi banna fólki að sitja þar? Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um það. Já. Í vondu skap einhvern daginn. Já, helvítis, djöfusins, anskotans pakk, út með þetta fólk. Nei, og svo líka þessar ömulugu tjaldbúðir sem voru þarna mánuðum saman. Þeir fengur leyfi fyrir. Það þarf að taka þessi mál öll samanlega. Sko. Er þið með hrós? Já, ég ætla að hrósa honum Gunnlaugi Árna Sveinssyni fyrir svona víst að hefur nú ríkt hérna mikil þöggun golfíþróttuna eins og þetta hérna landskeið. Hann bannaði okkur að tala um þetta. Já, þá vildi ég hrósa honum hérna fyrir það að koma sér inn á það mót. Þetta er sterkasta golfmót í heimi og það er ótrúlega erfitt að komast inn á þetta. Það eru 154 eða 6 kilóingar sem eru skráð til leiks
og þar af eru held ég 86 sem að rauninu komast inn í gegnum PGA-móturöðina, eru með svona undanþágur þar inn og þurfa ekki að keppa í þessum undanmótum. Þannig að af þeim, ég held að hafi 10.000 kylfingar tekið þátt í þessum undanmótum núna í ára, það komast 70 að og bara það mega taka þátt í þessum undanmótum, það bara mjög erfitt að komast í það mátt ekki verið meira en 0,4 í forgjöf og ef þú tekur þátt og spilar rektjuminn meira en 7-8 parið þá máttu aldrei reyna aftur. Útilokaða bara. Þannig að þessum rúmlega 10.000 sem reyndu núna síðustu vikum að komast að eru þá 70 sem að komist inn í gegnum þessu undanmót. Þetta er alveg ótrúlegt afrek og það hefur legið lengi fyrir að Gunnlaugur er mikill rosalegu talent í sportinu en alveg magnað að hann sé búin að landa þessu núna Guð blessi búin að landa þessu núna ekki nema 20. Hann er 20, við erum nú síðan slá. Já, það er bara eitthvað annað sko. Ég var á móti fyrir upp í Borgarnesi þar sem hann var á annari brautinni. Ég tók þar held ég 8 járn og dreif nú ekki og hann var með vets, svo sló hann sko algjörlega perfect hug og ég bara andaktu við fyllist með leið og var komin í framsveifluna þá sann, andskotin þetta er á stutt. Ég segi hvað áttu við, hann segi þetta er á stutt. Svo löpuð á holunni, þá var hann 2 metrum og stuttur sem er bara sko bördi síðan stöðans fyrir okkur, bara ef við Doddi sláum svona högg sko, þá eru við eiginlega ekki mönnum sinnandi en hann fann það strax í sveiflunni og hvernig hann hitti boltan skemmtilegt, fyrst að ég er að tala Golfklúbb Borgarnes, að kaddiinn hans á þessu móti verður Bjarki Pétursson framkvæmdastjóri Golfklúbbs Borgarnes. Já, og Gunnlaugur náttúrulega hóf sinn feril í Borgarnesi, hann er frá Borgarnesi eða ekki? Nei, er það ekki? Nei. Ekki vera að bulla þetta. Nei, þetta er hluta þessu upplýsingaóreiðu, kærðan. Já, þetta er kærma til landskjörstjórnar. Til lögreglu. Já, lögreglunar. Leittur hérna út í játnum. Erst þú með hrós? Ég ætla nú að fá kannski að nefna þegar við vorum að nefna Borgarnes sko. Að við þetta hvetjum fólk til þess að fá sér fjara aðild að golfklúbbnum og fólk í þjóðmálastofunni er að fara að fá tilbúðum slíkt. Völlurinn er í toppstandi. Oddurinn sem að ég er klubbfélagi hérna í bænum er ekki í góðu standi og rosar aðsókn. Borgarnesi kemst maður náttúrulega alltaf að. Grínin í frábæru standi, brautirnar, stemning, gaman, nýtt klúbbhús. Ekki kaldur á krana, bara í dós. En það gerir ekki til. Hrósvikunar frá mér, þetta er mann sem að á það kannski ekki beint skilið. Ég er bara svo imponerur eða andaktugur yfir honum. Og strákar, þið getur skellt upp hérna fréttinni sem að ég var að senda á ykkur hérna á Messenger. Það varðar mann sem er 73 ára gamall og hann hefur aldrei fundið til sársauka í lífinu. Hann er með sjúkdóm sem gerir það verkum. Og ég verð að segja, ef ég ætti að verða fyrir einhverjum erfðafræðilegum sjúkdóm eða krankleika, þá heit ég að þetta sé það besta sem maður getur hugsað sér. Já. Þú náttúrulega ert í stöðum sársauka. Já. Andlegum og líkamum. 1000 ára innsend. En hérna, þetta er þetta, bara ég trúði þess ekki að svona sjúkdómar getur brotist út. Maður er bara að sé bara eitthvað teiknimyndir þetta sko, en ekki... Ég spyr sko, er þetta sjúkdómur? Eru við hinn ekki öll haldið sjúkdómi? Já, hann er sem sagt rétt hefnaður og við hinn ekki. Já. En þetta má kannski ekki gera endur skrína þetta lýsir sig því að þú finnur ekki til þannig að þú getur brentið alvarlega og annað í þeim dúr sko. Já, hann segir hann í fréttina að hann hefði bitið hluta á tungun á sér og ekki. Já, það er nú sennilega, já, það eru gallar við þetta líka. Kostir og gallar. Það er einhverju gallar en aðalega kostir. Já. Herðu, ég veintist á hér áðan að við fórum út á Hótel Akureyri og hérna síðustu helgi og voruð þið með einhverja bók til að mæla með? Voruð þið búin að vinna það eitthvað? Þið veitir hvað það fyrir sko? Já, hérna, Brekkugott sannall. Hún er frábær, ég lesi hana. Við náttúrulega lesum ekki neitt við Dóti sko. Nei. Það var ekki Andri sem daginn, ég hef ununa góð, því að lesa góða bókin, gef mér aldrei tímið það. Nei, ég fór bara að hugsa alla þessa Garðara Hólm sem vaðu upp í íslensku samfélagi, sem að telja sig hafa ykkur upphæðu utan, en svo er engin inn í stað. Ég þakka kannski að fá að nefna bók sem að Daniel, vinnur okkar á Hótel Akureyri, hefur mikið dáleitt á, eins og ég, að persónum ástæðum. Það eru íslenski þjóðhættir eftir Jónas frá Hrafnagili. Hvet fólk til þess að eignast á bók til að geyma á fallegum stað heima á sér. Þetta er bók sem að maður les ekki spjaldan á milli,
en það er gaman að grípa niður í annarkvort af einhverju tilefni þar sem að maður er að velta fyrir sér hlutum hinn horfna heim sem að Ísland að sönnu varin er ekki lengur eða fólk er að velta sig hvernig hafði fólk það á jólum eða páskum eða í heiskap eða hvað það var. Þessi bók hún segir söguna því hvernig Íslendingar lifðu og það eru fallegar einfalda skýringamyndir og annað þeim dúr sem að gaman að skoða. Já, þú sagði fyrir þér að sitja í lobbyinn á Hótel Akureyri og lesa gluggi þessa bók. Já, hvort hún sé bara ekki til þar, hún ætti allan að vera til þar í lobbyinu. Þetta eru íslenski málsættir, það er aðeins annar mál. Íslenski þjóðhættir. Og en þetta er sko, þetta er gamla eintæki en svo er það þetta þarna. Ég held að þessi bók sé uppseld núna en ég held að þetta komast í hana í fólkbókarbúðum. Okay. Hún var endur útgefin fyrir nokkrum árum en þetta er rit sem vert er að eiga. Já. Þetta er maðurinn sem að samdi textan Ég vil fá mér kærustu sem allra fyrst en ekki verið gott að finna hana. Já. Og líka Siggi var úti með Ernar í Haga. Allar voru. Og þarna býr í dag liðasti bóndi á landinu. Byttu fyrir þér, Jón Elvar Hjörleifsson. Já, okkar maður. Hann var að útskrifa dóttur sína úr verkmenntaskólanum um leina helgi. Já, til að mikið með það. Ég enda á stuttum hraðarspurningum. Strákar, ég fór á Grínukonnu í vikunni. Hraðarspurningar sagðan? Og fekk þar nokkrar spurningar sem var beint til ykkar. Og gestum Kringlukráarinnar. Sem sátu þar. Tók sér hlýja frá sólinni og fekk svo gott að borða. Fóttu bara með þetta. Eru þið til í þetta? Já, let's go. Tilbúinir? Let's go. Þið haldið þessu tilbúinir eða ekki? Nei, sennilega ekki. Þú ekki að svara þessu og getur betur. Einu þetta var bara, það var eitt sem byrjaði bara strax í þungavettinni sko. Og hann spurði bara hvort að Þorsteinn Pálsson hefði skrifað svo leik með því að gera Jóhannes Nordarhittum upp skoðanir evru. Ræðspurningu. Já, hann gerði sjálfur sér mikið óleik með þessu og ég held að hann hljóti að horfa í speilin þess að og hugsa bara hvert er ég komin, hvernig læt ég? Nei, sko, ég þannig að ekki strikast út en þetta var óheppilegt og óþægilegt. Þú vilt ekki lendi í svona open conflict, svo ég tala góð íslensku við afkomendur manns svona mál. Það er óþægilegt. Og Þorsteinn er vandur af virðingu sinni þannig að ég held að honum hljóti af að þótt þetta mjög óþægilegt en hann heldur áfram að skrifa kannski mun hann hugsa sig meira þegar hann er að láta þung orðið áleitin falla mér finnst bara leiðilegt að sjá hvernig komið fyrir Þorsteinn í þessu þetta virðist vera orðin einhver algjör meinloka og meiri segja þegar einhverju drullusokkar eru að skrifa einhverju ömur þessi mál þá sér maður að hann lækar allt á Facebook og hann ætti betur að svona vanda það eins hvað hann drepunuði fæti í þeim efnum. Já, og kannski láta því að leggja látnum mönnum orðið munn, sko. Já, kannski var þetta eitthvað mískilningur eða hvað það var, hann er nú ekki svarað fyrir þetta en kannski er þetta bara eins og hefur verið þessari baráttu undanförnu að það er bara öllu tjálta til, það skiptir einhver mál, þau bara sjást ekki fyrir. Eina sem að mér finnst, ekki eina en eitt af því sem að mér finnst mjög áhugavert að sjá er að stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar eru hraktir úr hverju horninu í annað. Það skiptir engum máli hvað þau ber á borð, þessi evruskísla frá fjármálaráðuneytinu eða þetta samkeppniseftirlitsmál eða þetta tilræði þarna í síðasta silfurþættinum. Þetta er bara allt afhjúpað. Og almenningur sér bara hvað þau ganga lengur og lengur og þess vegna sagði ég eftir að hafa hort á þennan silfurþátt á mánudaginn. Ég held að Sigurður Hagalín hafi bara farið langt með að tryggja andstæðingum Evrópusambandsins sigur 29. ágúst. Því að almenningur lætur bara ekkert bjóða sér svona vinnubröð. Lætur ekki elítuna sem er á tvöföldu launum, listamannalaunum og starfandi og rúf. Nennir ekki að vinna á sumrin. Setur eina þáttinn þessi máli í sumafrí þegar við stöndum fram í þessari ákvörðun. Til þess að vera næsta þjóðina. Að lætur bara ekki bjóða sér svona vinnubröð. Og svo líka, einmitt og svo þú segir, það er búið að hrekja þau út í hvert hotnið á fætur öðru með þennan málflutning og þess vegna eru þau að reyna að breyta sig í leðjuslag núna. Eru að reyna að draga þetta niður í þangað munu þau ekki ná að draga okkur. Við verum síðast þangað. Það er svo mikið vist. Það er ekki okkar tattur. Það er ekki okkar vettvang. Svo gott að heyra vandaða umræðum Evrópumáli. Þetta er óvenju vanda hérna hjá okkur í dag. Er ekki sammála því? Þetta er mjög vandað og faglegt. Og svo yfirvegað. Mér finnst bara að fyndi, ég verð bara að segja, mér finnst bara að fyndi hvernig er einhvern veginn snobbað fyrir Þorsteini Pálssyni í þessu. Þegar Ólafur Ragnar er að tjá sig eða Björn Bjarnason eða einhverja sem eldri köllum sem að hafa nú helling að segja um þessi mál
þá ætlaði menn einhvern veginn að afgræða það sem eitthvað svona gamla kalla röfl sko. En þegar Þorsteinn Pálsson talar þá mætaðu bara, hér tala bara fyrirvændi fórsetisráðherra og sendiherra og hlustið á mannin eins og hans innleggi geta sé eitthvað mikilvægur en annar sko. Hlustið á það sem hann hefur að segja um þetta, haft eftir látnum mönnum sem sögðu alls ekki það sem hann segir að þeir sögðu. Þorsteinn Pálsson ekki svo hetja í pólitík sem fólk sem halda hann sé sko. En það annar mál. Strákar, allt annað. Ef þið fengið að taka við einu skráðu félagi á morgun, hvaða félagi það? Það var eitt sem spurði þessu. Ef við mættum gera hvað? Ef þið fengið að taka við einu skráðu félagi strax á morgun, hvaða félagi myndið þið vilja taka við? Hvaða félagi myndið þið vilja taka við? Þið áttu ekki vonað þessu. Hérna það var að passa sig. Við erum alltaf innherjar í nokkurnum félagum. Með Bullandi. Svo var tilgjötu starfslöku einhvers fórstjóra á morgun. Kannski væri þægilegast að taka við Kviku í ljós þess að Ármann hefur ákveð, þá þurftum við ekki að láta reka neitt sko. Þetta var ekki bara í alvotekkur að rífita sig. Við gefum okkur að fórstjóri viðkomandi fyrirtækis hafi bara tekið ákvörðum að stíða til liðar að hætta og fara að gera eitthvað annað. Þú myndir fara inn í alvotek og skúra framleiðslusalinn áður en að eftir ég kemur aftur. Fara bara í bónus og kaupa eitt brúsa á klór og komast í stand eitt skipt fyrir öll. Já. Þið eru bara ekki með svar, heyri ég? Jú, ég meina, segjum bara alvotek. Það er svona, hefur, það kannski, það líka bara, það kannski vantar upp á stemminguna svona á staffinu. Ég myndi vilja taka við Brimi, ég held að það verður svo gaman að hafa Guðmund Kristjánsson sem stærsta hluthafann á bakinu. Verið í gamla starfinu hans? Já. Já, eða fari ég í Sjóvá og fara að tryggja skipasiglingar Hormúsund. Sem Hermann Björnsson neitaði að gera. Hermann Björnsson hefur algjörlega tekið fyrir það. Búin að kosta hluta á Sjóvar stór fjö. Hefðu, ef þú gerði það, þá myndi ég vilja taka við Eimskipi og hefja siglingar Hormúsund. Þegar sko það eina sem er verra en að tapa peningum er að græða það ekki sko. Þið stundir golf eins og við komum fram annarslæði bara, já. Hann Dotti nú mest í mínigolfi en talar eins og það sé með mér út af velli. Það var ein kona sem hitti sem að þekkti nú til ykkar og taldi sig hafa séð ykkur á golfvelli öðru hvoru. Það hefur hún Lind. Nefndir ekki, en hún baði ykkur að nefna 5 íslenskar golfvelli sem er algjört möst að spila á. Á Íslandi? Já. Ekki að byrja á Borgarnesi? Borgarnes nefnum við. Keilir nú með 2 Brautarholt. Jaðarsveit og Akureyri. Já, ég er sammála. Hvað eru komið með? 4. Nú þurfum við að vanda valið. Já, sammála. Kiðjaberg. Já. Má nefna 6. Svona eitt í vara. Já, þá ætla ég að fá að nefna Vestmannaeyjar, Selfoss og Egilsstaðir. Nei, Vestmannaeyjar. Það komið þetta óvart að Vestmannaeyjar væri ekki inni. Já, Vestmannaeyjar eru möst. Vestmannaeyjar eru möst, en það er af dálítið öðrum ástæðum. Já. Og svo þetta vilju hvernig fólk er að fara á Carton House og svo eru í miklu uppáhaldi hjá okkur Dotta og við reynum að spila þá velli allavega mánuðarlega. Það eru Kameral rétt fyrir út Girona á Spáni. Þeir reyna að fara þangað mánuðarlega. Já, reynum að ná svona allavega 36.000 þar. Já, í mánuði. Þessi sama kona spurði hvernig höndla þessi tveir að tapa í golfi? Ég held að ég höndli það ágætlega sko. Þetta er bara það sama eins og það gengur illa, þetta snýst það að halda haus og þess vegna í lífinu minna. Ég er þetta tapaði í golfi í gær fyrir föðu mínum, en það er nú alltaf ég með rautt. Það segir það, sko, Dotti er búin að tapa öllum hólukefnum sem við höfum ekki öllum, en þú hefur unnið oftar vissulega. Öllum í sumar. Í sumar, já, sem eru 2 talsins. Nei, það eru fleiri. Þetta er upplýsingáriða. En sko, Dotti tekur alveg vel og hann borgar bjórin eða máltíðun annað. En þegar það fer að sirta í álina meðan að spila með skunni stendur, þá verður hann mjög önugur, stuttur í svörum. Ég verð bara svona þess inn í mig, en ég er ekkert að láta það bitna á því. Hann fer, nei, bara allir í herberginu finna fyrir þessu, allir á vellinum. Það breytist hann bara eins og hvernig Þórður Snæri daglega. Það sem er svolítið, verður svolítið áhugavert, að hann byrjar svolítið að tala við sjálfan sig. Og Dóttir, ég held að þú getur að tekja undir þetta, þú kannski klúra púti, þá byrjar að röfla og svo áttar maður sig á því kannski til 2-3 holur. Þessu er ekkert beint að mér sko. Það er bara að röfla við sjálfan. Hvað er þetta að gera Þórður eitthvað svona? Hann er svolítið eins og Warren þarna í Something About Mary. Herru, nákvæmlega eins. Ekki sterta dyr hún. Hann er alltaf með svona eyrnaskjó. Herru, í lokin, sko, við sjáum stundum
stöðla inn á Epic Bet eða öðrum síðum það hvaða þjálfari fara að fjúka fyrstur, svona þegar tíminn byrjar að hefjast. Ég held að setja stöðuturlega núna það hvaða þjálfari verður fyrstur reikin úr bestu deildinni. Nú er alltaf HM að byrja, þú veist, það er ekki þjálfari reikin að HM, en við sjáum þetta líka fyrir enska boltan og svona. Já. Ef við myndum setja upp eitthvað svona stöður það, hvaða ráð þeir eru líklegast til að segja af sér næst? Inga Sæland. Hver var með legsta stöðunum þar? Ég held að Inga Sæland. Ég held bara hún sé búin á því kellingagreiði, sko. Heldur það? Já, það gengur ekki vel hjá hún núna með þessu veikindalefi og ég held að þetta sé orðin þungur óður, sko. Já. En er Flokkur fólks þá ekki bara búin? Hún er þetta á Flokkur fólksins. Ég er ekkert endilega viss að það sé Inga Sæland. Sko, Ragnar Þór Ingólfsson er líka líklegur vegna þess að hann er ofstoppamaður og þú veist, það þarf mjög lítið til þess að hleypa hlutum í algjört uppnám. Það er kannski ráðherrabíllinn og ráðherralaunin sem að halda meira aftur af þessu fólki heldur en... Þau fá þessi laun aldrei aftur, sko. Nei, og Ragnar Þór er náttúrulega með þessu sjóðastýringu á þessu neðasjóði og þú veist, þetta er svona árið... Mjög mikið álag. Það er mjög að gera hjá honum. Já, hann var stórinn í Oculus. Hann setti alla neðasjóðan í Oculus. Það voru stærstu mistökur sem hefur gert, sko. Já, er það hvað Inga eða Ragnar? Já, mér finnst það líklegt að Inga... En þú veist, það þarf ekki að vera að hún segja af sér, en akkurat núna er hún... Þú myndist að lægsta stöðuluna hana? Já, 1.95 kannski. En svo verður líka bara fróðlegt, hversu lengi endir Staðimár Kristófersson? Utanþingsráðherrar hafa sögulega séð ekki ennst lengi. Gerð það ekki í ríkisstjórninni 2009-13. Nei, hann er samt varaformaður flokksins, sko, ólíkt Gylfa og Rögnu sem voru þá... Já, þorði ekki í framboð, sko. Þetta er eins og fyrir kosningar, við ætlum ekki að ganga í Evrópusambandið og það er ekki priority, sko, svo er það priority. Og hann segir, ég ætla bara að vera varformaður, ég ætla ekki að blanda mér í pólitík. Og svo bara sestur ráðherrastól, sko, viku seinna. Og núna er að koma þessi frétt bara með þetta nýja bráðabirgðamat á afkomins opinbera á fyrsta ársfjórðungi núna. Neikvæð afkomin 23,7 milljarða, sem er 1,8% af vergri landsframleiðslu. Og það var áætlað að afkoman yrði sko nálægt í jafnvægi. Þau voru bara að segja að vera búin að laga ríkisfjármálin. Maður finnur það bara á Daða að hún líður verð og verð, hann er hagfræðimenntaður maðurinn og þó að við síðum með menn eins og Þóról Matthíasson og einhverja svona jólasveina þá er Daði Már ekki jólasveit, sko. Og hann veit alveg hvað það týðir þegar menn eru að setja þumarskrúfun á hverja atvinnugreinin á annarri. Og svo sér hann bara í mælaborðinu hvernig tekjurnar skreppa saman. Hvernig sjávarútvegurinn hefur heldur núna að sér höndum í fjárfestingum vegna þess að það er svo mikil óvissa bara með skattheimtuna með þessi eftir að kerfið er sett á að því það er svo ruglingslegt. Ef það verið sagt já 29. ágúst þá mun ekki einn bóndi kaupa dráttarvél fyrir liggur hvernig landbúnaðarkaflinn verður og hvort að hér fara að dælast inn styrkir eða einhver hagstæðar lána eða hvað það er. Sjávarútvegurinn mun ekki fjárfesta sko í einu trolli á meðan að þessar samninga viðræðu standi yfir. Og þetta mun bara þetta hagkerfi okkar jafnt og þétt staðna og lenda í algjörum herpingi eins og ferðaþjónustan er að gera núna. Og þau benda nú oft á fyrri ríkisstjórn sem að hækkaði gjaldið á skemmtiferðaskipin og við lækkum það, þeir sjá hvað þetta hefði neikvæð áhrif, sko, þau bara hættu að kominga en öll skattheimta sem að þau setja á hún hefur engin áhrif á það hvernig menn hegða sér í hagkerfinu. Nei, það er bara nóg til hjá þeim. Ertu að tala stuður inn á Daða eða? Ég er bara að segja að það eru auðvitað á einhverju tímapunkti sem að hann þrýtur örind og þegar hann þarf sífellt að tala hugsinnsvert og fara að verja einhverja aðgerðir varandi fjármálaáætlun og annað, öðru sinna menn fara og taki róttækt til í hagkerfinu. Ég hef verið gagnrýninn á þetta stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar og Framsóknarflokks í borginni. En ef að Hildi kemst að koma á alvöru hagræðing og alvöru umskiptum í rekstri borgarinnar eins og Ásdísi Kristjánsdóttur tókst í Kópavogi með Kópavogsmótilið, þá verður samanburðurinn fyrir ríkissjóð alltaf verri og verri. Og eina af ástæðan þess að ég er mjög skeptískur á þetta samstarf Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks í borginni er sá að ég held að það sé afar óheppilegt fyrir Hildi Björnsdóttur að eiga eitthvað undir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Það myndi ég ekki vilja gera í pólitík og það kann að vera að ákvarðanir Bjargar Magnúsdóttur og meirihlutans eða þar sé borgarstjórnarflokks Viðreisnar í meirihlutanum muni litast af erfiðleikum Viðreisnar við landstjórnina. Já. En það hljóta félast tækifæri þeirri stöðum eins og öðrum. Nú erum við búin að... Kemur ljós. Já, við erum alsæli meðan aðra það upp á að stjórnarformaðurinn hjá okkur á orkuveitunni og bara vonandi að við fáum einhverja bylling út á það. Nú erum við búin að nesta þjóðina inn í helgina. Það ekki?
Nestum þjóðinni í helgina. Við erum veit og við erum að fara heim að pakka. Já. Út á mánudaginn. Pakka, já, ætlum að býði samt ekki með það fram á sunnudaginn sem alveg. Jó, já. Hvernig er það þegar þú ert að fara í svona ferðir? Þrýfur kilvurna sérstaklega? Tekur það með þér í sturtuna? Fer maður í bað. Síðustu 13 dagana fyrir svona ferð, þá fer ég með 1 kíló á dag í sturtuna og sáparna og gera hana fína. Og sýnir henni allótt. Alúð. Þetta er Kristilegur fjölskylduþáttur, að ég missi ykkur í algjörðu vitleysu. 9 járnið, það eru uppáhaldi. Talandi að vera Kristilegur fjölskylduþáttur, hér er vínflaska sem ég ætla að gefa ykkur. Ólafsson. Þetta er ekki auglýsing. Þetta er bara kveðjugjöf. Ef þetta var auglýsing þá myndi ég segja að þetta fengist í ríkinu, í smáríkinu og öðrum stöðum. Má ég að tala um þetta? Þannig að við ætlum að taka þetta með okkur út, ekki? Jú, þetta er auðvitað nefnt í höfuð á Eggerti Ólafsinni. Já. Þeim höfuð snillingi sem Matthías Jokkumsson ortum, þeim munið hvernig þetta var. Hann drukknaði á Breiðafirði í brúðkaupsferðinni sinni. Þrúti var loft og þungur sjór, þoku drungað vor. Það var hann Eggert Ólafsson sem lagði úr þröngri skor, var það ekki? Þetta gen er frábært þegar maður reynir að hræra upp ferskan, léttan Negroni. Já, þá tekur maður auðvitað Camparíið, tekur Antíka formúla vermúðinn og Ólafsson gen, hristir þetta upp, hrærir, það má ekki hrista þetta, hrærir þetta upp og nota svo klakan frá klakavinnslunni sem maður hættir að kaupa í Hagkaup í Garðabæ hvar hans staðar. Og þetta gen hefur reynst mér gríðarlega vel í þeirri rannsóknar blöndunarvinnu. Og haft áhrif til að rætlast svona öllu öfni. Ég man það ekki. Já, og svo má líka nefna það voru náttúrulega útlendingar í þessu, þetta komið aftur í íslenska eigu, þetta gen. Það er náttúrulega. Við fögnum því. Þannig að Eggert Ólafsson er komin heim. Á þeim nótum ljúkum við þettinum. Ekki? Takk fyrir komin að gera. Þið sem hlustuðu, þið sem horfðuð, góð helgi.